Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég vil bjóða nýja borgarstjórn velkomin til starfa og óska öllum borgarfulltrúum velfarnaðar í störfum sínum á komandi kjörtímabili. Það gaman að líta yfir þennan góða hóp, maður skynjar eftirvæntingu og vinnugleði í loftinu og sjálfsagt að líta með tilhlökkun til komandi kjörtímabils. En ég ætla núna að lesa upp bréf sem hefur borist frá yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Það stílað á borgarstjórn Reykjavíkur og hljóðar svo. Úrslit borgarstjórnarkosninga 31. maí 2014. Yfirkjörstjórn Reykjavíkur tilkynnir hér með eftirfarandi úrslit borgarstjórnarkosninganna sem framfór í Reykjavík laugardaginn 31. maí 2014. Greidd atkvæði 56.896. Skipting atkvæða og kosinna aðalmanna í borgarstjórn Reykjavíkur var eftirfarandi. B-listi Framsóknar og flugvallar vina 5.865 atkvæði og 2 aðalmenn. D-listi Sjálfstæðisflokksins 14.031 atkvæði, 4 aðalmenn. R-listi Alþýðufylkingarinnar 219 atkvæði. S-listi Samfylkingarinnar 17.426 atkvæði, 5 aðalmenn. T-listi Dögunar í Reykjavík 774 atkvæði. VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 4.553 atkvæði, 1 aðalmaður. Þ-listi Pírata 3.288 atkvæði, 1 aðalmaður. Æ-listi Bjartrar framtíðar 8.539 atkvæði, 2 aðalmenn. Auðir seðlar 2.024, ógildir seðlar 227, alls 56.896 atkvæði og 15 aðalmenn í borgarstjórn. Með vísan til framan ritaðs hafa eftirtaldir frambjóðendur hlotið kosningu sem aðalmenn í borgarstjórn Reykjavíkur næstu 4 árin. Af S-lista Dagur B. Eggertsson, Björk Vilhelmsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Skúli Þór Helgason. Af D-lista Halldór Halldórsson, Júlíus Vífill Ingvarsson, Kjartan Magnússon, Áslaug María Friðriksdóttir. Af B-lista Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Af Æ-lista S. Björn Blöndal, Elsa Hrafnhildur Jómann. Af VAF-lista Sóley Tómasdóttir. Af Þ-lista Halldór Auðar Svansson. Varamenn í borgarstjórn gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samanber 99. grein laga nr. 5/1998 kosningar til sveitarstjórna. Rétt að taka fram að umboðsmenn framboðslista hafa engar athugasemdir gert við niðurstöður kosninganna svo sem þær eru hér birtar. Virðingarfyllst yfirkjörstjórn Reykjavíkur, undir þetta rita Tómas Hrafn Sveinsson, Ari Karlsson og Katrín Theodórsdóttir. Og nú verður gengið til dagskrár þessa fundar og það tekin fyrir fyrsti liður í útsendri dagskrá sem kosning forseta borgarstjórnar og 2 varaforseta til 1 árs. Já, nú fer fram kjör forseta og ég ætla að biðja ritara að dreifa atkvæðaseðlum. Kosningi fer þannig fram að borgarfulltrúar setja kross fyrir framan þann sem þeir kjósa sem forseta borgarstjórnar. Dreifingsseðlana stendur yfir og þar sem það ekki enn búið að kjósa ritara, þá ætla ég að gera það tillögu minni að S. Björn Blöndal og Halldór Halldórsson komi hingað upp og fylgist með talningunni. Gjörið svo vel. Ég ger ráð fyrir að þessi búið að kjósa og þá bið ég starfsmönnum að safna atkvæðaseðlunum saman.
bréfið hérna. Hvar viljið þið hafa það? Til framan. Atkvæðin. Auður Seðill. Sóley Tómasdóttir. 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 Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Auður Seðill. Auður Seðill. Og Auður Seðill. 249. 249. Já, atkvæði hafa fallið þannig að Sóley Tómasdóttir hlýtur 9 atkvæði, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hlýtur 2 atkvæði og 4 seðlar eru auðir. Og ég lýsi því yfir að Sóley Tómasdóttir réttkjörin forseti borgarstjórnar og ég óska henni hjartanlega til hamingju með það og bið henni að koma hingað upp og taka við þessu starfi. Ég þakka traustið sem að mér hefur verið sýnt og þá göngum við til kosningar fyrsta varaforseta. Ég bið tilnefnda skrifara að koma hér upp og verið gott ef myndi kannski koma bara að standa hérna við hliðina á mér. Björn Blöndal og Halldór Halldórsson eins og áður. Það verið gott ef þið getur komið hérna á bakvið með, þetta er ekki góður svipur svona. Elsa Hrafnhildur Jómann, Elsa Hrafnhildur Jómann. Elsa Hrafnhildur Jómann, 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 Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, Auður Seðill, hérna. Auður Seðill, Auður Seðill og Auður Seðill. Og það er þá þannig að Elsa Hrafnhildur Jómann fyrsti varaforseti borgarstjórnar fyrir næstu 4 árin. Með 9 greiddum atkvæðum, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hlaut 2 atkvæði og 4 seðlar voru ógildir. Þá
göngum við til kosningar annars varaforseta. Voru auðir. 4 seðlar voru auðir. Aftur bið ég tilnefnda skrifara að koma hér upp, Halldór Halldórsson og Björn Blöndal. Og við hefjum talningu. Halldór Auðar Svansson, Auður seðill, Auður seðill, Auður seðill, Auður seðill. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, Halldór Auðar Svansson, 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 Halldór Auðar Svansson og Halldór Auðar Svansson. Það þó þannig að Halldór Auðar Svansson annar forseti borgarstjórnar með 9 greiddum atkvæðum, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hlaut 2 atkvæði og 4 seðlar voru auðir. Þá göngum við til 4. liðar dagskrár borgarstjórnar sem tillaga borgarfulltrúa Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna stofnun stjórnkerfis og lýðræðisráðs. Tillagan var með útsendum gögnum. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Hæstvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar, undir liðnum 4 stendur til að stofna nýja nefnd undir hjá Reykjavíkurborg og samkvæmt þeim gögnum sem við fengum að þá nú þegar staðar erindisbréf til stjórnskipunarnefndar en þar eru engar samþykktir. Og ég vil með leyfi forsetans fá að lesa nokkrar línur upp úr skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Það sem segir, með leyfi forseta, brýnt að uppfæra samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar til að formgera breytingar á stjórnsýslunni sem orðið hafa, svo sem varðandi skipan og verkefni fagráða. Mikilvægt að breytingar á samþykktinni séu gerðar jafn óðum og samþykktar eru breytingar á stjórnkerfi borgarinnar. Að öðrum kosti má draga í efa að stjórnkerfisbreytingar hafi gerðar að öllu leyti með lögformlegum hætti. Það liggur alveg fyrir að til þess að þessi liður verði tækur þarf að gera breytingu á honum þannig að það fari fram tillaga breytingu á samþykkt nr. 715 Reykjavíkurborg. Ég er ekki alveg með nafn á hreinu þið lágum við það og eftir atvikum kjör og starfsgengi fulltrúa Reykjavíkurborgar. Síðan eftir lögum sveitarstjórnir þá ber að kostnaðarmeta það að þessi vera að færa þessa nefnd úr 4. flokki og fjölga aðilum og setja í 1. flokk. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vek athygli á því að í útsendri dagskrá það var gert ráð fyrir því að leið og
forseti borgarstjórnar og varaforseti hefur verið kjörnir, þá er gengið til kosninga embætti borgarstjóra og skrifara líka. Og ég skil ekki alveg hvaða leiðangur þetta að víkja frá þessari dagskrá. Og það er enda líka alveg ljóst að það er miklu eðlilegra að ljúka þessum kosningum áður en það er farið að taka til einstaka tillögur á fundinum vegna breytingu á stjórnkerfi borgarinnar, og ég óska úr þessu verið bætt hið fyrsta. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og forseti tekur þetta á sig. Fall er fararheill, skulum við vona að það gleymdist að ganga til annars og þriðja liðar á dagskrá borgarstjórnar. Ég legg til að við frestum umræðu þennan 4. lið og við tökum fyrir 2. lið á dagskránni sem er kosning borgarstjóra, og bið starfsfólk að dreifa atkvæðaseðlum. Ég bið skrifara að koma hér, Halldór Halldórsson og Björn Blöndal, borgarfulltrúa. Dagur B. Eggertsson, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Dagur B. Eggertsson, 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 Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Úrslitin eru þannig að Dagur B. Eggertsson er réttkjörinn borgarstjóri með 9 atkvæðum, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hlaut 2 atkvæði og 4 seðlar voru auðir og ógildir. Nei, auðir, fyrirgefið. Já, núna strax. Okay. Þá hefur háttvirtur borgarstjóri óskað eftir að taka til máls og fráfarandi borgarstjóri er beðinn að vera í salnum á meðan. Hæstvirtur forseti, til hamingju með kjörið sömuleiðis og þér er sannarlega fyrirgefið. Ég get ekki látið hjá líða áður en fráfarandi borgarstjóri smýgur úr salnum. Hann hefur minnt á það seint og snemma að honum liggur ekki á héðan, en samt hefur hann alltaf getað nefnt það upp á dag og klukkustund hvað er langt eftir. Nú eru sem sagt engar mínútur eftir, en ég vil fyrir hönd okkar hér í borgarstjórn og fyrir hönd borgarbúa allra þakka Jóni Gnarr, fráfarandi borgarstjóra, fyrir hans störf, þakka Jóku og fjölskyldunni fyrir lánið. Og ég veit að ég mæli fyrir munn miklu fleiri þegar ég segi að ég hef lært mjög mikið af Jóni og ég held að við höfum öll gert það og samfélagið allt saman. Hann hefur verið farsæll borgarstjóri, hann hefur verið friðsæll borgarstjóri og hann hefur verið góður borgarstjóri. Takk Jón. Ég vil svo þakka það traust sem mér er sýnt hér í dag
og félögum mínum og óska þeim og okkur öllum sem erum að koma út úr þessari kosningabaráttu til hamingju. Við erum að fara að takast á við vandasamt og mikilsvert verkefni. Eins og segir í inngangi samstarfssáttmálans sem við gerðum með okkur, þá erum við sem myndum meirihluti í Reykjavík, borgarstjórn Reykjavíkur, við komum úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama markmiði og ætlum með hreinskilni og heiðarleika leiðarljós að læra hvert af öðru og mynda saman heild sem auðugra en summa okkar samanlögð. Ég ætla ekki að hafa mörg fleiri orð það á þessum fundi en vonast eftir góðu samstarfi við borgarstjórn og borgarbúa alla og vil gjarnan inna þetta hlutverk af hendi eins og ég tel að maður þurfi alltaf að gera sem kjörinn fulltrúi. Þetta tímabundin ábyrgð, hún mikil mikil og vandasöm og ég vil gjarnan geta verið borgarstjóri allra Reykvíkinga. Takk. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá göngum við til þriðja liðar á dagskrá fundarins sem er kosning 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Fundinum hafa borist 2 tillögur og það óþarfi að ganga til kosninga þær þar sem aðeins 2 tillögur liggja fyrir. Það annars vegar borgarfulltrúa Skúla Helgason og hins vegar Áslaugu Maríu Friðriksdóttur sem aðalskrifara til 1 árs og lýsi ég þau rétt kjörin sem slík. Og til vara eru Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi og eru þau rétt kjörin sem slík án atkvæðagreiðslu. Þá komið að 4. lið á dagskrá þessa fundar og við skulum þá aftur víkja að því sem hér var verið að ræða og ég biðst innilega afsökunar á þessum mistökum mínum og förum þá aftur í umræðu tillögu borgarfulltrúa Bjartrar framtíðar, Samfylkingar, Vinstri grænna og Pírata stofnun stjórnkerfis og lýðræðisráðs. Á mælendaskrá var næstur þar Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Já, forseti, virðulegi borgarfulltrúar. Mig langar til þess að koma inn á þessa tillögu sem að manni virðist að hér sé verið að stofna stjórnkerfis og lýðræðisráð sem að náttúrulega viðbót við það nefndakerfi sem til staðar hjá borginni og rauninni aukning og þar af leiðandi kostnaðaraukning fyrir borgina. Því ekki einungis verið að bæta þessu við, heldur fylgir þessu það sem kallað erindreki, þannig að við erum að stækka kerfið hjá okkur. Ég ætla að vona að forseti leyfi mér að fara nokkrum orðum þetta og þannig að því að mér langar til þess að nota tækifærið og bara undir þessum lið aðeins að nefna það að við erum auðvitað hér á upphafsmínútum nýrrar borgarstjórnar og maður hefði auðvitað vilja sjá hér umræðu meirihlutasamning þeirra 4 flokka sem að nú eru að mynda sennilega einn vinstri sinnaðasta meirihluta sem ríkt hefur í borginni. Og það sem að ég hef áhyggjur af það að við séum að horfa hér upp á stækkun kerfisins þegar við ættum að vera að horfa til annarra leiða heldur stækkun kerfisins. Mér langar til þess að nefna það í tengslum við þetta og ég vonast til þess að við fáum svo tækifæri á borgarstjórnarfundi eftir sumarfrí til þess að ræða betur þennan meirihlutasamning. Þannig að án þess að ég fari neitt frekar í samningi þá langar mér bara til þess að nefna þetta í upphafi. Við munum vera á vaktinni gagnvart þeim málum sem að meirihlutin setur fram. Við höfum áhyggjur af því hjá Sjálfstæðisflokknum að þessi meirihluti verði borgarbúum kostnaðarsamur og við ætlum að standa vörð það sem við höfum lagt fram, að standa vörð rekstur og standa vörð það að álögur á borgarbúa verði ekki auknar. Þannig að þessi tillaga stofnun stjórnkerfis og lýðræðisráðs, hún þarf meiri umræðu að okkar mati heldur en hér gefinn kostur á. Hér á að stofna og skipa í nýja nefnd án þess að framfæri hana nokkur umræða að ráði. Þakka þér fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að óska ykkur öllum til hamingju með kjörið og gaman að sjá þessi nýju andlit sem að hér taka við störfum borgarfulltrúa og óska forseta til hamingju með sitt kjör og borgarstjóra jafnframt. Vonast auðvitað eftir góðu samstarfi við ykkur öll sem er næstu 4 árin. Aðeins bara þessa tillögu sem að hér til umfjöllunar. Hún sem sagt að mínu viti ekki fullburða. Við þurfum að fara betur yfir þetta mál. Hér þegar að inn í borgarstjórn koma tillögur þessu tagi þá þeim iðulega vísað til meðferðar inn í borgarkerfinu til dæmis borgarráðs eða stjórnkerfisnefndar og svo framvegis eftir því hvaða tillögur eru fluttar hverju sinni. Hér hins vegar lögð fram tillaga sem að gerir ráð fyrir því að myndað sé ráð án nokkurs aðdraganda og það er meira að segja gert með þeim hætti, svo ég lesi þetta með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að breyta nafni stjórnkerfisnefndar stendur hér, en þó heitir tillaga borgarfulltrúa stofnun stjórnkerfis og lýðræðisráðs. Ráði verði í fyrsta flokki samkvæmt samþykktum kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrúa og vinnu við endurskoðun samþykktar fyrir ráði verði lokið fyrir fyrsta fund borgarstjórnar í haust. Nú vill svo til að ég allavega þekki ekki til þess að það liggi fyrir neinar samþykktir fyrir þetta ráð. Þannig að ég veit ekki hvaða samþykktar á að vera endurskoðun. Svo getur vel verið að það hefur farið fram hjá mér og þá bið ég hér borgarstjórum það að standa upp og segja okkur frá því hvaða samþykktir það eru sem á að endurskoða. Það liggur hins vegar fyrir erindisbréf sem samþykkt var í júní 2010 með mörgum ágætum fyrirheitum og reyndar viðauka frá þeim samstarfssamningi sem að Besti flokkurinn og Samfylkingin gerðu á þeim tíma. Í því stendur nú til dæmis að í fyrsta lið stjórnkerfisnefndar stendur að stjórnkerfisnefnd skili borgarráði tillögum eftirfarandi eflingu íbúa lýðræðis. Það er sem sagt fyrsta mál á dagskrá. Og ég núna fyrir þennan fund vildi nú afla mér upplýsinga það hvað gert hefur verið á fundum þessara stjórnkerfisnefndar og það vill nú svo til að þrátt fyrir það að þetta eigi að vera hið opna lýðræði að allar fundargerðir eru trúnaðarmál, merkta trúnaðarmál þó að séu senda mér. Þannig að það er nú ekki mikið unnið fyrir opnum tjöldum í þessari ágætu nefnd sem á þó að vinna að því að auka lýðræði hér í borgarstjórn. Ég hef fengið 4 fundargerðir og mér skilst að það engir fundur verið haldur í stjórnkerfisnefnd undanfarið ár eða svo. Formaðurinn Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi og borgarstjóri og hann getur þá komið hér upp og sagt okkur á því hvernig funda hefur verið á undanförnum mánuðum eða jafnvel á kjörtímabilinu öllu. Það allavega gefur allavega ekki upptaktin í það, svo ég segi það, að verið sé að stofna ráð sem að sett til jafns við til dæmis umhverfis- og skipulagsráð, velferðarráð, skóla- og frístundaráð og svo framvegis. Og nú ég ekki að segja með því að það get ekki verið ástæða til þess að einbeita sér að þessu og einhenda sér í það með borgarfulltrúanum Halldóri Auðar Svanssyni að auka lýðræði Reykjavík öðru nær, en við verðum bara að vinna þetta með öðrum hætti. Við verðum auðvitað að fá þessa tillögur til umfjöllunar og gera þetta þannig að þetta sé vandað og vel undirbúið. Til dæmis ekkert kostnaðarmat með þessu sem hér liggur fyrir þó það skylda að gera það, að hafa kostnaðarmat með tillögum sem þessum. Með erindisbréfi stjórnkerfisnefndar fylgdi viðauki og hann sem sagt að mörgu leyti áhugaverður vegna þess að hann sýnir það að þó menn hafi ágætar hugmyndir það hvernig breytið í stjórnkerfinu í upphafi kjörtímabils þá getur margt gerst. Það getur orðið breytingar á því. Hér stendur undir fyrirsögnin lýðræði og þáttaka að það eigi að fjölga beinum atkvæðagreiðslum mikilvæg mál. Já, það hefur sem sagt enginn þá tekið eftir því ef svo hefur verið. Þá hafa aukið samráð við íbúa og foreldra í skipulags-, umhverfis- og skólamálum. Það er nefnilega það. Það þekkja nú margir, væntanlega einhverjir sitja hér uppi, að það er nú ekki aldeilis verið þar eftir þessu á kjörtímabilinu. En síðan stendur hérna að borgarráð taki við verkefnum framkvæmda og eignarráðs. Það var gert tíma því hefur verið breytt. Númer 2, menntaráð og leikskólaráð sameinist og nefnist menntaráð. Já, það er nú ekki gengið eftir. Og síðan kemur skipulagsráð, nefnist skipulags- og samgönguráð og taki við samgöngumálum af umhverfis- og samgönguráði. Það er ekki gengið eftir. Umhverfisráð nefnist umhverfis- og auðlindaráð. Ráðið farið með stefnumótun í orku- og auðlindamálum og taki einnig við verkefnum heilbrigðisnefndar. Það er ekki gengið eftir. Svo stendur hérna að hverfisráðin eigi að efla og það er ekki gengið eftir. Þannig að ég vil svona nefna þetta hér, ágætu borgarfulltrúar og virðulegu forseti, að
ég skal svo sannarlega fara yfir það með ykkur í þessu fjölskipaða stjórnvaldi sem að sveitarstjórnir eru, þar sem að lýðræðið með þeim hætti að bæði minnihluti og meirihluti vinna saman. Það er ekki verið að kjósa ríkisstjórn hér í dag á þessum fundi, heldur eru borgarfulltrúar að skipta með sér verkum. Og auðvitað það svo, þar sem að vel tekst til að sveitarstjórnir vinna saman. Og að meirihlutin kemur ekki með tillögur sem þessar, hversu ágætar svo sem þær geta verið, öðruvísi en að þær fari í umræðu og fari í vinnslu og verði síðan lagðar fyrir aftur þegar farið hefur verið yfir þær. Þannig að ég legg þá til í samræmi við það málsmeðferðartillögu sem þess efnis að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs og borgarráð fái stjórnkerfisnefnd sem að hér verður auðvitað kosin til þess að fara yfir þetta mál og þá getum við öll í sameiningu farið yfir kosti þess eða galla að stofnað verði hér stjórnkerfis og íbúa lýðræðisráð. Hvað heitir þetta nú aftur? Á ég þessu rétt? Það heitir stjórnkerfis og lýðræðisráð. Jú, þetta náði þessu. Þannig það. Takk fyrir það. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að þessi tillaga vekur innblástur og áhuga í sölum borgarstjórnar. En hér verið að fylgja eftir því áhersluatriði úr samstarfssáttmála meirihlutans að gagnsæi og aukið íbúalýðræði verði eitt af meginverkefnum kjörtímabilsins. Markmiðið með því að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku. Lækkandi kjörsókn í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum ætti að verða okkur augljós áminning að þetta brýnt verkefni. Kosning Pírata sem ég held að sé ástæða til að óska þeim sérstaklega til hamingju með fyrsta skipti inn í borgarstjórn ákall það sama. Þess vegna fyrsti kaflinn í samstarfssáttmálanum helgaður þessu verkefni og meirihlutanum þykir eðlilegt að lyfta stjórnkerfis- og lýðræðisráði á par við aðrar fastanefndir og meginnefndir í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Hér hafa komið fram ágætar ábendingar að það sé ekki nýtt að stjórnkerfismálum hafi verið sinnt hjá borginni og það rétt. Það raunar heldur ekki nýtt að hækka greiðslur fyrir setu í nefndinni á par við það sem að önnur þyngstu ráð njóta. Það var gert kjörtímabilið 2002 til 2006 vegna umfangsmikilla verkefna nefndarinnar. En síðast en ekki síst að þá mikilvægt að allir áttu sig á því að þetta ráð ekki skipað af tilefnislausu. Það þvert á móti mjög brýnt að bæta þarna úr og þar með ekki verið að gera lítið úr hvorki umfjöllun borgarstjórnar slík verkefni á undanförnum kjörtímabilum né heldur að draga úr því sem kom fram hjá borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni að í upphafi kjörtímabils ekki hægt að sjá allt fyrir. Enda rakti hann listilega hvernig borgarstjórn og stjórnkerfisnefnd á nýliðnu kjörtímabili ákvað að ganga miklu lengra í einföldun og uppstokkun stjórnkerfisins heldur en lagt var af stað með í upphafi. Í stað þess að gera smávægilegar breytingar á nefndum að þá var öllum stærstu sviðum borgarinnar slegið saman. Það var fækkað í yfirstjórn þannig að beinum undirmönnum borgarstjóra var fækkað helming. En það sem ekki gekk eftir var hverfavæðing með eflingu hverfaráða. Það bíður þessa kjörtímabils. En ég ætla ekki að rekja bein atriði í samstarfssáttmálanum sem að þessu víkur, heldur einungis benda á hann til að undirstrika mikilvægi þessara verkefna. Það líka mikilvægt að þau komist strax í vinnslu og þess vegna legg ég til að málsmeðferðartillaga borgarfulltrúans verði felld, tillagan verði samþykkt og kosið til nýrrar stjórnkerfis- og lýðræðisnefndar eða ráðs þegar í dag.
Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti, borgarfulltrúar og fundargestir. Ég ætla að taka aðeins að mér að svara efnislega fyrir hugmyndina að baki uppfærslu þessa ráðs sem á erindreka gagnsæis og þáttöku þar sem að þetta að stórum hluta byggt á áherslum okkar í Pírata í kosningabaráttunni. Nú það auðvitað rétt að upphafi skal endinn skoða. Það liggur ekki fyrir, sannarlega ekki fyrir mjög mikið svona efnislega hverjar tillögunar eru, en þetta liggur nú fyrir hér og þar og líkt og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson kom inn að þá liggja þetta dálítið í loftinu hvað þarf að gera. Það þarf að auka gagnsæi, það þarf að auka aðgengi að upplýsingum, það þarf að auka aðkomu almennings að stjórnsýslunni, það þarf að taka til almennt í stjórnsýslunni og talandi það að það sé aukinn kostnaður í för með því að setja þetta í ákveðin stjórnsýslulegan farveg, þá það staðreynd að við Íslendingar á ýmsum stjórnsýslulegum að dragast aftur úr þegar það kemur að miðlun upplýsinga og aðgengi að upplýsingum. Og það hefur kostnað í för með sér fyrir stjórnsýsluna. Það hefur kostnað í för með sér líka fyrir fólkið sem að reyna að nýta sér hana. Almenningur og fyrirtæki og aðrir sem að þurfa að standa í ýmsum útréttingum óþörfum við það að reyna að nálgast upplýsingarnar og reyna að hafa áhrif. Og vissulega fagna ég því að þessu sé sýnt aðhald og verði sýnt aðhald af því að það er nauðsynlegt. Ég hlakka til þess að vinna þetta með öllum sem að hafa áhuga á því og líka til þess að vera myndur á það og að við verðum öll mynd á það í sameiningu ef að þetta ekki að fara þar leið sem lagt var upp með. Þannig að já, takk fyrir aðhaldið. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu, þá óskar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka Halldóri Auðar Svanssyni fyrir sína jómfrú ræðu hér í dag, alveg gríðarleg. Það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að það getur kostað eitthvað að auka lýðræði. En það nefnilega það eins og hann orðaði að það ákveðinn kostnaður, það ekki nóg. Það bara hreinlega ekki nóg. Við verðum að vita hver sá kostnaður og hvernig hann leggst á áður en við tökum ákvarðanir sem þessar. Það getur vel verið að menn vilji aðeins svona blása út brjóstið og segja já, nú koma mér, nú ætla ég að fara að gera eitthvað stóra og góða hluti og það fínt, ég kann að meta það. En það nú bara svo að þegar menn ætla að fara að auka lýðræði, þá nú ekki gott að segja, jú, ætlum að auka lýðræði bara ekki hér. Við ætlum aðeins að sleppa lýðræðinu hér af því það komið að mér. Það ekki alveg að ganga upp í mínum huga, af því að þetta nú einu sinni svona, þetta lýðræðisvettvangur, borgarstjórn, menn eftir að læra það sumir. Og þess vegna þurfa allir að koma að slíku og vinna faglega og vandlega að slíku. Ég sakna þess að ekkert sem að framkom hjá borgarfulltrúanum eða borgarstjóra styður það að hægt sé að sleppa því að fara með tillögu sem þessa í gegnum stjórnkerfi borgarinnar með eðlilegum og vönduðum hætti og ekkert sem þeir sögðu studdi það að samþykkja tillöguna hér óbreytta. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar. Og þá tekur næstu máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það mál sem hér til umræðu, já við vitum ekki nákvæmlega hvað hér til umræðu. Á einu stað stendur að það sé stofnun nýs stjórnkerfis og lýðræðisráðs, en í tillögunni sem borgarfulltrúar fengu senda stendur einungis að það sé verið að breyta nafni stjórnkerfisnefndar í stjórnkerfis og lýðræðisráð. Þetta sýnir betur en margt annað hverjunni vanhugsuð þessi breytingatillaga
og að málinu skuli vera staðið með hroðvirknislegum hætti. Það er alveg augljóst að menn hafa í einhverjum stjórnarmyndunarviðræðum verið að leggja á ráðinu stofnun þessa nýja ráðs og sennilega hefur það verið einhver hluti af hrossakaupum nýju flokkana eða þessara flokka sem mynda nýja meirihlutann, 4 flokka og það er ekki góður bragur af því fyrir borgarstjórn. Auðvitað hefur borgarstjórn oft áður beitt sér fyrir stjórnkerfisbreytingum. Það eru stundum ræða margar breytingar á hverju kjörtímabili og stundum fáar. En ég leyfi mér að fullyrða það að alltaf hefur verið staðið að þeim breytingum með þeim hætti að allir fulltrúar í borgarstjórn, bæði frá meirihluta og minnihluta, hafa fengið tillögurnar í hendur, rýnt í þær á nokkrum fundum yfir einhvern tíma og reynt að ná saman um þær breytingar. Það hefur vissulega ekki alltaf tekist, oft hafa menn verið ósammála, en menn hafa líka bara oft verið sammála eftir slíkar yfir tillögur að það eigi að breyta einhverju. Þess vegna finnst mér mjög slæmur bragur á því þegar að slík breyting er lögð til sem markmið hennar er væntanlega að standa hér fyrir að bæta hér stjórnkerfið og auka hér lýðræði í borginni, að þá skuli tillagan vera lögð fram af meirihlutanum án þess að minnihlutinn fái með nokkurum alvöru hætti tóm til að fara yfir tillögurnar, það setja rætt á fundum með meirihlutanum og svo framvegis. Því miður þarf þetta ekki með öllum hætti að koma á óvart. Það hefur stjórnkerfisnefnd verið starfandi hér á kjörtímabilinu eins og var getið hér áðan. Ég man vel eftir því þegar að umfangsmiklar stjórnkerfisbreytingar voru gerðar á árinu 2011 meðal annars í skóla- og frístundamálum, þá þurfti nánast að óska eftir því hvað eftir annað að þær tillögur sem meirihlutinn lagði þá fram undir Samfylkingu og Besta flokki, að þær fengjust ræddar í stjórnkerfisnefnd. Það var ekkert, lýðræðisástin var ekki meiri þá en svo að mönnum fannst ekkert sjálfsagt að þessar tillögur eru teknar til ítarlegrar yfirferðar þar. Ég var að vona að menn hefðu lært af þeim vinnubrögðum en svo virðist ekki vera. Eftir þessar breytingar sem voru 2011 þá var reyndar ekki mikil starfsemi hjá þessari stjórnkerfisnefnd og ég held að það sé rétt hjá mér að þar hafi að síðasti fundurinn í þessari nefnd hafi verið haldinn fyrir rúmu ári eða 11. apríl 2013. Bið borgarstjóra og formann nefndarinnar á síðasta kjörtímabili að leiðrétta mig ef svo er ekki. Þannig að þar sjáum við rauninni áherslu síðasta meirihluta á svona lýðræðislega umræðu stjórnkerfisbreytingar. Hún var ekki mjög mikil og augljóst að meirihlutinn taldi nefndin ekki vera mjög mikilvæga, minnst kosti miðað við það hvað hún kom sjaldan saman. En allt að einu þá var þetta mjög mikilvægur samráðsvettvangur meirihluta og minnihluta þegar einhverjar stjórnkerfisbreytingar voru í bígerð, þá var að sjálfsögðu farið yfir það. Og ekki skal ég útiloka að eftir einhverja slíka yfirferð þá gætu menn komist að samkomulagi það að breyta nafni stjórnkerfisnefndar í jafnvel í stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Það má alveg ræða það að sjálfsögðu, en það þarf líka að velta fyrir sér hvaða verkefnum á þessi nefnd að taka við, er einhver ný verkefni sem hún á að sinna, rekast verkefni hennar til dæmis með einhverjum hætti á við mikilvæg verkefni mannréttindaráðs. Stundum hefur verið sagt að mannréttindaráð gæti haft meira að gera, umsvif þess var ekki mjög mikil, hefði verið að ræða það að þessar nefndir innu saman einhver heiliti eða þetta verið unnið undir sömu nefndinni. Það vakna fjölmargar spurningar sem gott væri að fá svör við, en það er erfitt að svara þeim hér. Þessu er hent til okkar með nokkurra daga fyrirvara. Annars vegar er sagt að þessi verið að breyta nafni stjórnkerfisnefndar í stjórnkerfis- og lýðræðisráð, en í dagskráni segir hins vegar að það sé verið að stofna nýtt ráð. Þannig að ekki fer þessi meirihluti vel af stað, og við mikið ennþá fengið svör við því og var ágætt að spyrja borgarstjórinn á því hvort er verið að breyta nafni nefndarinnar eins og segir í tillögunni, eða verið að stofna nýtt ráð eins og segir í útsendri dagskrá. Það verið rosa gott ef borgarstjórinn geti nú svarað þessu. Og svo maður hefði nú líka haldið að það verið algjört grundvallar atriði þegar við erum hér í sölum borgarstjórnar að ræða stofnun nýs ráðs eða breytingu, að það lægi þá eitthvað gögn fyrir sem segja okkur hvert meirihlutin er að fara með slíkri breytingu. En það liggur ekkert hér fyrir, ekki erindisbréf, ekki drög að samþykktum nýrrar nefndar,
og þetta ótrúlegt að þannig skuli vera staðið að málum. Þannig að ég hvet nú meirihlutann til þess að sjá að sér og reyna að vinna að þessum málum í sátt og í samvinnu allra borgarfulltrúa en að menn fái það ekki hérna á tilfinninguna að það sé verið að breyta stjórnkerfinu bara í einhverjum meirihluta viðræðum vegna þess að menn vanti fleiri stóla og fleiri velunnaða nefndir. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, í morgun var óskað eftir því við skrifstofu borgarstjórnar að fá samþykktir fyrir stjórnkerfisnefndina. Þau svör fengust að slíkar samþykktir væru ekki til, einungis erindisbréf frá 21. júní 2010. Það liggur ekki ljóst fyrir hvort verið er að stofna nefnd eða breyta nafni nefndar. Hins vegar liggur alveg ljóst fyrir að samkvæmt samþykkt kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg að þá kemur fram í 13. greininni að svokölluð stjórnkerfisnefnd í flokki 4 en það skilst að þessi nýja nefnd eigi að færast í flokk 1. Það liggur alveg ljóst fyrir að það þarf að uppfæra samþykktir til þess að hægt sé að formgera breytingar á stjórnsýslunni svo sem varðandi skipan og verkefni fagráða. Það ekki verið að gera í þessu tilviki. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Það umræðu lokið. Þá gengið til atkvæða málsmeðferð tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vísa tillögunni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara óska eftir því að borgarstjóri sem embættismaðurinn okkar allra, æðsti embættismaður borgarinnar, svari þeim spurningum sem beint til hans hér í sölum borgarstjórnar og þessi spurning var mjög einföld, hún snýr að því hvort hér að ræða hér sé verið að stofna nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð, sem sagt nýja nefnd í borgarkerfinu eins og segir í útsendri dagskrá eða bara verið að breyta nafni núverandi stjórnkerfisnefndar í stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, spurt það kristallar umræðuna, hvort verið að búa til nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð eða verið að breyta stjórnkerfisnefnd. Og það verið að gera hvoru tveggja. Það verið að gera bæði. Það bæði verið að stofna stjórnkerfis- og lýðræðisráð með því að gera þetta fastanefnd og verið að fella niður gömlu stjórnkerfisnefndina, leggja hana af, en þar með auðvitað breyta henni og færa á nýtt og æðra plan. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið. Þá gengið til atkvæða málsmeðferð tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þeir sem samþykkja þá tillögu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá óskað eftir því, það komið í ljós að á útsendri dagskrá var kosning í stjórnkerfis- og þeir sem vilja þá samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá hefur sumsi komið í ljós að í útsendri dagskrá var kosning í stjórnkerfis- og lýðræðisráð ekki á dagskrá. Því óskað eftir afbrigðum til þess að tillagan verði tekin á dagskrá. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunni vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum, gegn 4 atkvæðum og 2 sitja hjá. Þá gengið til kosningar í nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Borist hafa 3 listar. Og þeir eru sem hér segir: listi S.I. Þ. Halldór Auðar Svansson, Eva Einarsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Heiða Björg Hilmisdóttir. D-listi
Hildur Sverrisdóttir og Björn Gíslason. B-listi Stefán Þór Björnsson. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þessir fulltrúar þá réttkjörnir í stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Ein tillaga hefur komið fram formann og það Halldór Auðar Svansson sem sömuleiðis telst réttkjörinn. Sömuleiðis hafa borist borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks gera áskilja sér rétt til bókunar. Varamenn í stjórnkerfis- og lýðræðisráði eru með sama hætti af 3 listum. S.Æ. Þ. eru Viktor Orri Valgarðsson, Kári Sævarsson, Stefán Rafn Sigurbjörnsson og Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir. Af D-lista Kjartan Magnússon og Áslaug Friðriksdóttir og af B-lista Guðjón Ebbi Guðjónsson. Það sem ekki hafa borist fleiri listar þetta fólk réttkjörið sem varamenn til næstu 4 ára. Þá er gengið til 5. liðar á dagskrá fundarins. Útsendri dagskrá fundarins sem kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara og formannskjör af lista SVF-Æ Þ eru þar tilnefnd þau S. Björn Blöndal, Björk Vilhelmsdóttir, Sóley Tómasdóttir og Halldór Auðar Svansson. Af D-lista Halldór Halldórsson og Júlíus Vífill Ingvarsson. Af B-lista Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og telst þetta fólk því réttkjörið í borgarráð til 1 árs. Formaður, ein tilnefning hefur borist að formanni og það S. Björn Blöndal og telst hann sömuleiðis réttkjörinn. Hvað varamenn varðar þá hafa jafnframt borist 3 listar. Það SVF-Æ Þ sem tilnefna Evu Einarsdóttur, Hjálmar Sveinsson, Líf Magnúðardóttur og Þórgnýr Thórodsen. Af D-lista Kjartan Magnússon og Áslaugu Friðriksdóttur og B-listi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þar sem ekki hafa borist fleiri listar telst þetta fólk réttkjörið sem varamenn til 1 árs í borgarráði. Þá gengið til liðar 6. liðar á útsendri dagskrá sem kosning 7 manna í íþrótta- og tómstundaráð til 4 ára og 7 til vara og formannskjör. Þar af S.Æ. Þ-lista þau Þórgnýr Thórodsen, Eva Einarsdóttir, Tómas Schrappek og Eva Baldursdóttir tilnefnd. Af D-lista eru það Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir og af B-lista Trausti Harðarsson. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin í íþrótta- og tómstundaráð næstu 4 árin. Ein tillaga hefur borist formann og það Þórgnýr Thórodsen og telst hann réttkjörinn. Varamenn eru af lista S.Æ. Þ, Viktor Orri Valgarðsson, Unnsteinn Jóhannsson, Bjarni Þór Sigurðsson og Þorgerður Laufey Diðriksdóttir. Af D-lista Björn Gíslason og Lára Óskarsdóttir. Af B-lista Greta Björg Egilsdóttir. Ekki hafa borist fleiri listar og teljast þau því réttkjörin í íþrótta- og tómstundaráð til næstu 4 ára. Göngum þá til liðar 7 sem kosning 7 manna í mannréttindaráð og til 4 ára og 7 til vara ásamt formannskjöri. Þar eru tilnefndar lista S.Æ.V, Líf Magnúðardóttir, Ragnar Hansson, Sabine Leskopf og Magnús Már Guðmundsson. Af D-lista Hildur Sverrisdóttir og Magnús Sigurbjörnsson og af B-lista Jóna Björg Sætran. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin næstu 4 árin í mannréttindaráð. Ein tillaga hefur borist formann og það Líf Magnúðardóttir. Hún telst því réttkjörin sem slík. Varamenn eru tilnefndir af S.Æ.V-lista Eyrún Eyþórsdóttir, Diljá Ámundadóttir, Eva Baldursdóttir og Guðni Rúnar Jónasson. Af D-lista Marta Guðjónsdóttir og Börkur Gunnarsson og af B-lista Katrín Salíma Dögg Ólafsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin sem varamenn í mannréttindaráði til næstu 4 ára. Þá göngum við að 8. lið útsendra dagskrá sem kosning 7 manna í menningar- og ferðamálaráð til 4 ára og 7 til vara formannskjör. Af S.Æ. Þ-lista eru Elsa Hrafnhildur Jómann, Þórgnýr Thórodsen, Dóra Magnúsdóttir og Stefán Benediktsson. Af D-lista Júlíus Vífill Ingvarsson og Marta Guðjónsdóttir og af B-lista Ingvar Jónsson. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin næstu 4 árin í menningar- og ferðamálaráð. Ein tillaga hefur borist formann og það Elsa Hrafnhildur Jómann og telst hún réttkjörin sem slík. Varamenn eru af lista S.Æ. Þ, Kristján Freyr Halldórsson, Þuríður Björg Þorgrímsdóttir, Margrét Nordal og Svala Arnardóttir. Af D-lista Börkur Gunnarsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir og af B-lista Magnús Arnar Sigurðarsson. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin sem varamenn í menningar- og ferðamálaráði til næstu 4 ára. Númer 9 á útsendri dagskrá kosning í 7 manna skóla- og frístundaráð til 4 ára og 7 til vara og formannskjör. Þar eru tilnefnd af S.Æ.V-lista Skúli Helgason, Líf Magnúðardóttir, Sabine Leskopf og Ragnar Hansson. Af D-lista Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir og af B-lista Jóna Björg Sætran. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því réttkjörin til næstu 4 ára.
Ein tillaga hefur borist formann og það Skúli Helgason og telst hann rétt kjörinn. Varamenn eru tilnefndir af SAIVAF lista Hilmar Sigurðsson, Sigríður Pétursdóttir, Margrét Nordal og Nicole Limosti. Af D-lista Örn Þórðarsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir og B-lista Rakel Dögg Óskarsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og þar með eru þau rétt kjörin sem varamenn í skóla- og frístundaráði til næstu 4 ára. Þá var gengið til 10. liðar útsendra dagskrár sem kosning í 7 manna umhverfis- og skipulagsráð til 4 ára og 7 til vara og formannskjör. Þar af lista SAIVAF tilnefnd þau Hjálmar Sveinsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristín Sofía Jónsdóttir og Gísli Garðarsson. Af D-lista Júlíus Viðvild Ingvarsson og Hildur Sverrisdóttir og af B-lista Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því rétt kjörin til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann og það Hjálmar Sveinsson og hann rétt kjörinn sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs næstu 4 árin. Varamenn eru tilnefndir með sama hætti af SAIVAF lista Stefán Benediktsson, Páll Hjaltarsson, Eva Indriðadóttir og Torfi Hjartarson. Af D-lista Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Ólafur K.R. Guðmundsson og af B-lista Sigurður Ingi Jónsson. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því rétt kjörin sem varamenn í umhverfis- og skipulagsráð til næstu 4 ára. Þá gengið til 11. liðar útsendra dagskrár sem kosning 7 manna í velferðaráð og til 4 ára og 7 til vara og formannskjör. Af SAIVAF lista eru tilnefnd þau Björk Vilhelmsdóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir, Magnús Már Guðmundsson og Björn Blöndal. Af D-lista Áslaug Friðriksdóttir og Börkur Gunnarsson. Af B-lista Greta Björg Egilsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau rétt kjörin í velferðaráð til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann og það Björk Vilhelmsdóttir og telst hún því rétt kjörin. Varamenn eru tilnefndir af SAIVAF lista Heiða Björg Hilmisdóttir, Sunna Snædal, Gunnar Alexander Ólafsson og Nína Dögg Filippusdóttir. Af D-lista Lára Óskarsdóttir og Björn Jón Bragason og af B-lista Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því rétt kjörin í velferðaráð til næstu 4 ára. Þá komið að kosningu eins manns í almannavarnarnefnd til 4 ára og 2 til vara. Þar þurfum við að ganga til atkvæða enda hefur verið lögð fram tillaga af SVF Dag B. Eggertsson og af Framsóknar eða B-lista Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur. Þurfum við að ganga til skriflegrar atkvæðagreiðslu eða er... Það verður óskað eftir því að beðið verði með lið 12 á fundinum og forseti verður við því. Þá komið að 13. lið á dagskránni sem kosning 5 fulltrúa í barnaverndarnefnd og 5 til vara og formannskjör. Þar af lista DS-ævaf tilnefnd þau Þórir Hrafn Gunnarsson, Guðlaug Magnúsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir og Andri Óttarsson og af B-lista það Fanný Gunnarsdóttir. Óskar fólk eftir skriflegri atkvæðagreiðslu eða handauppréttingu? Það enginn sem gerir athugasemdir við handauppréttingu. Þá óska ég eftir því að þeir sem greiði DS-ævaf lista atkvæði sitt gefi merki. Það eru 13 atkvæði, þau sem á móti kunna vera. Og þau sem greiða atkvæði með B-lista og þau sem á móti kunna vera. Er það ekki? Jú, það eru að greiða atkvæði báða lista. Og þar með listi DS-ævaf samþykktur í barnaverndarnefnd ein tillaga hefur borist formann og það Þórir Hrafn Gunnarsson og hann kjörinn án atkvæðagreiðslu. Þá komið atkvæðagreiðslu varamenn sem við þurfum að gera með sama hætti. Af DS-ævaf lista eru tilnefnd þau Sólveig Ásgrímsdóttir, Rán Ingvarsdóttir, Guðni Kristinsson, Svanhvít Axelsdóttir og Katrín Helga Hallgrímsdóttir. Þau sem samþykkja þann lista, og af B-lista það sem sagt Jóna Björg Sætran. Þau sem samþykkja DS-ævaf lista gefur merki. Sem á móti kunna vera. Þau sem samþykkja B-lista Jónu Björg Sætran. Sem á móti kunna vera. Þar með listi DS-ævaf lista samþykktur með 13 greiddum atkvæðum og þau rétt kjörin sem varamenn í barnaverndarnefnd. Já, það eru Þórir Hrafn Gunnarsson, Guðlaug Magnúsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir og Andri Óttarsson.
höfum við lokið kosningu í barnaverndarnefnd og göngum til kosninga í 5 manna hverfisráð Árbæjar til 4 ára og 5 til vara formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Þorkell Heiðarsson, Kristín Þórhalla Þórisdóttir, Þráinn Árni Baldvinsson, Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir og Björn Gíslason og af B-lista tilnefnd Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir. Þau sem samþykkja lista DSF gjöfumerki, sem á móti kunna vera. Þau sem samþykkja B-lista gjöfumerki, sem á móti kunna vera. Listi DSF samþykktur og teljast þau sem tilnefnd voru þá kosin sem varamenn í hverfisráð Árbæjar næstu 4 ári. Sem aðalmenn, fyrirgefiði, þá ein tilnefning hefur borist formann og það Þorkell Heiðarsson og telst hann rétt kjörinn þar sem ekki hafa fleiri tilnefningar borist. Þá gengur til atkvæða varamenn. Af lista DSF eru Björn Sigurður Gunnarsson, Hildur Oddsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Kristín Björk Jónsdóttir og Alda Magnúsdóttir og af B-lista Kristinn E. Pálsson. Þau sem að greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiði B-lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. DSF listi varamanna í hverfisráð Árbæjar þá samþykktur og teljast rétt kjörinn sem slík. 15. liður kosning 5 manna í hverfisráð Breiðholts til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Nicole Mósti, Sigþór Ægisson, Sigmundur Þórir Jónsson, Aðalheiður Fransdóttir og Jórunn Pála Jónasdóttir. Af B-lista tilnefndur Rafn Einarsson. Þau sem að gefa lista DSF atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða atkvæði með B-lista og þau sem á móti kunna vera. Listi DSF samþykktur með 13 greiddum atkvæðum og telst sá listi þá rétt kjörinn sem aðalmenn í hverfisráði Breiðholts næstu 4 árin. Ein tillaga hefur borist formann og það Nicole Mósti og telst hún rétt kjörinn sem slík. DSF listi varamanna í hverfisráð Breiðholts eru þau Elsa Hrafnhildur Jómen, Ómar Ahmed Avad, Þórður Einarsson, Unnur Ágústsdóttir og Kristján Guðmundsson. Og af B-lista Steinunn Anna Baldvinsdóttir. Þau sem að greiða lista DSF atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða atkvæði B-lista atkvæði sitt, þau sem á móti kunna vera. DSF listi þá samþykktur og telst sá listi rétt kjörinn sem varamenn í hverfisráð Breiðholts til næstu 4 ára. Þá komum við á 16. lið á útsendri dagskrá sem kosning 5 manna í hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Hermann Valsson, Gunnar Kristinsson, Berghildur Erla Bernharðsdóttir, Óttar Örn Gunnlaugsson og Kristín Sigurey Sigurðardóttir. Af B-lista tilnefndur Sigurður Ingi Jónsson. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt, þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur og teljast þau rétt kjörinn sem fulltrúar í hverfisráði Grafarholts og Úlfarsárdals til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann og það Hermann Valsson og teljast hann rétt kjörinn sem slíkur. Varamenn hafa verið tilnefndir af DSF lista þau Margrét Sverrisdóttir, Haraldur Finnsson, Sigrún Jónsdóttir, Hjörtur Lúðvíksson og Hulda Guðmunda Óskarsdóttir og af B-lista Greta María Gretarsdóttir. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki, þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur með 13 atkvæðum gegn 2. Og nú hefur forseti aðeins ruglast. Hann kominn hér í Já, eftir varamennina. Já. Þá skulum við ganga til kosningum varamenn í hverfisráði Grafarvogs og það eru DSF Þá varamenninni voru búnir. Í Grafarholti. Nú ertu komin í Grafarvog. Jú, komin hingað. Já. Þá göngum við til 17. liðar. Erum við sammála það?
Göngum til 17. liðar útsendar dagskrá sem kosning 5 manna í hverfisráð Grafarvogs til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Bergvin Oddsson, Gísli Rafn Guðmundsson, Guðbrandur Guðbrandsson, Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Elísabet Gísladóttir og af B-lista tilnefndur Trausti Harðarsson. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt. Þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur og þau sem tilnefnd eru þar rétt kjörin sem fulltrúar í hverfisráði Grafarvogs næstu 4 árin. Ein tillaga hefur borist formann og það Bergvin Oddsson og telst hann rétt kjörin. Varamenn eru tilnefndir af DSF lista þau Dofri Hermannsson, Sævar Björnsson, Ragnar Karl Jóhannsson, Ólafur K.R. Guðmundsson og Ingibjörg Óðinsdóttir og af B-lista Jón Sigurðsson. Þau sem gefa DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur og teljast þau sem þar eru tilnefnd þá rétt kjörin sem varamenn í hverfisráði Grafarvogs til næstu 4 ára. Þá er gengið til 18. liðar sem kosning 5 manna í hverfisráð Háaleitis og Bústaða til næstu 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Þar af lista DSF tilnefnd þau Dóra Magnúsdóttir, Hörður Oddfríðarsson, Elín Oddný Sigurðardóttir, Sverrir Þór Sverrisson og Elínóra Inga Sigurðardóttir og af B-lista Snorri Þorvaldsson. Þau sem að greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur með 13 greiddum atkvæðum. Varamenn eru kosnir með, ein tillaga hefur borist formann og það er Dóra Magnúsdóttir og telst hún rétt kjörin sem slík. Sem varamenn eru tilnefnd af DSF lista þau Kristín Erna Arnardóttir, Jódís Bjarnadóttir, Jóhann Björnsson, Ágústa Kristín Andersen og Hjalti Sigurðarsson. Af B-lista Sigríður Nanna Jónsdóttir, þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Listi DSF samþykktur með 13 greiddum atkvæðum og teljast þau rétt kjörin sem varamenn í hverfisráði Háaleitis og Bústaða til næstu 4 ára. Þá gengið til 19. liðar dagskrárinnar sem kosning 5 manna í hverfisráð Hlíða til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Margrét Nordal, Hilmar Sigurðsson, Kristján Freyr Halldórsson, Hrefna Guðmundsdóttir og Kristinn Karl Brynjarsson. Af B-lista tilnefnd Jóhanna Halldórsdóttir. Þau sem að greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt. Þau sem á móti kunna vera. Listi DSF samþykktur með 13 greiddum atkvæðum. Ein tilnefning hefur borist formann og það Margrét Nordal. Hún telst því rétt kjörin. Varamenn eru tilnefndir af lista DSF þau Svala Arnardóttir, Stefán Rafn Sigurbjörnsson, Bryndís Helgadóttir, Garðar Mýrdal og Sigríður Hallgrímsdóttir og af B-lista Katrín Salíma Dögg Ólafsdóttir, þau sem að greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. DSF listi samþykktur og þau teljast því rétt kjörin sem varamenn í hverfisráð Hlíða til næstu 4 ára. Þá er gengið til kosninga í hverfisráð Kjalarnes til næstu 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSF eru tilnefnd þau Sigríður Pétursdóttir, Eldey Huld Jónsdóttir, Ólafur Þór Sóeka, Hafsteinn Númason og Guðfinna Ármannsdóttir. Af B-lista tilnefndur Eiríkur Hans Sigurðsson. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir sem greiða DSF lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem að greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þeir sem á móti kunna vera. Listi DSF sem sé samþykktur þá með 14. Ég þarf að endurtaka þetta enn eina ferðina. Við erum sem sagt að tala kosningu í hverfisráð Kjalarnes. Listi DSF þau sem að greiða honum atkvæði sitt gefi merki. Já. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða lista B atkvæði sitt gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. Listi DSF samþykktur með 14 greiddum atkvæðum. Ein tillaga hefur borist formann og það er Sigríður Pétursdóttir og telst hún því rétt kjörin sem slík. Varamenn eru tilnefndir af lista DSF þau Sigþór Magnússon, Annikó Kóksár, Sveinbjörn Gretarsson, Baldvin Þór Gretarsson og Áróra Guðrún Friðriksdóttir og af B-lista Ásgeir Harðarsson. Þau sem greiða DSF lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera.
Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. DSæ-VAF þ samþykktur með 14 greiddum atkvæðum og teljast þau því rétt kjörin sem varamenn í hverfisráði Kjalarness til næstu 4 ára. Það var gengið til 21. liðar sem var kosningi 5 manna hverfisráð Laugardals og Háaleitis til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista DSæ-VAF þ eru tilnefnd þau Heiðar Ingi Svansson, Bjarni Jónsson, Sandra Berg Sepero, Björn Birgir Þorláksson og Björn Jón Bragason og af B-lista tilnefndur Steinar Ólafsson. Þau sem greiða DSæ-VAF þ atkvæði sitt gefi merki. Já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls fundarsköp. Forseti, borgarfulltrúar, undir 18. lið þá gengum við kosningu í 5 manna hverfisráð Háaleitis og Bústaða. Og núna erum við undir 21. lið að fara í kosningu 5 manna í hverfisráð Laugardals og Háaleitis. Ég vildi bara óska eftir þetta lagi skýrt fyrir hvort erum að gera. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Það hárrétt hjá borgarfulltrúanum að þetta heitir hverfisráð Laugardals en ekki Laugardals og Háaleitis. Þú biðst forseti velvirðingar á því og þá gengið til atkvæðagreiðslu þá lista sem í boði eru varðandi hverfisráð Laugardals til næstu 4 ára, varamenna og formannskjörs og það af lista DSæ-VAF þau Heiðar Ingi Svansson, Bjarni Jónsson, Sandra Berg Sepero, Björn Birgir Þorláksson og Björn Jón Bragason og af B-lista Steinar Ólafsson og þeir sem greiða DSæ-VAF lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. Listi DSæ-VAF samþykktur með 13 greiddum atkvæðum og eru þau því rétt kjörin í hverfisráð Laugardals til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann, það Heiðar Ingi Svansson og telst hann rétt kjörinn sem slíkur. Varamenn eru tilnefndir af lista DSæ-VAF þau Inga María Leifsdóttir, Leifur Björnsson, Sigríður Jóhannsdóttir, Kristín Elva Guðnadóttir og Lára Óskarsdóttir og af B-lista Sigurður Þórðarsson. Þau sem að greiða atkvæði með DSæ-VAF lista gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki og þau sem á móti kunna vera. Listi DSæ-VAF samþykktur með 13 greiddum atkvæðum og teljast þau því rétt kjörin sem varamenn í hverfisráði Laugardals til næstu 4 ára. Á dagskránni númer 22 kosning 5 manna í hverfisráð miðborgar til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Þar borið fram listi DSæ-VAF þeirra með Svavari Helgasyni, Sindra Snæ Einarsyni, Elsu Hrafnhildi Jómen, Júlíusi Víbli Ingvarssyni og Áslaugu Maríu Friðriksdóttur og hins vegar af B-lista Herdísi Jóhannesdóttur. Þeir sem greiða DSæ-VAF lista atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt, þau sem á móti kunna vera. Listi DSæ-VAF samþykktur og teljast þau rétt kjörin í hverfisráð miðborgar til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann og það Svavar Helgason og telst hann rétt kjörin. Listi varamanna hjá DSæ-VAF með eftirfarandi hætti: Þórlaug Ágústsdóttir, Sif Traustadóttir, Ragnheiður Axel Eyjólfsdóttir, Kári Sölmundarsson og Guðlaug Björnsdóttir og B-listi Greta Björg Egilsdóttir. Þau sem greiða DSæ-VAF lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt. Þau sem á móti kunna vera. Listi DSæ-VAF samþykktur og þau sem þar eru framsett eru rétt kjörnir varamenn í hverfisráði miðborgar til næstu 4 ára. Þá komið á kosningu 5 manna í hverfisráð Vesturbæjar til 4 ára og 5 til vara og formannskjöri. Þar er lagður fram DSæ-VAF listi með Sverri Bollasyni, Teiti Atlasyni, Margréti Marteinsdóttur, Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur og B-listi með Reyni Þór Guðmundssyni. Þau sem að greiða DSæ-VAF lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki og þau sem á móti kunna vera. Listi DSæ-VAF samþykktur með 13 atkvæðum og teljast þau rétt kjörin í hverfisráð Vesturbæjar til næstu 4 ára. Þá borist hefur ein tillaga formann og það Sverrir Bollason og telst hann rétt kjörin sem formaður næstu 4 árin. Varamenn, listi varamanna frá DSæ-VAF með eftirfarandi hætti: Brynhildur Artúrsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson, Hulda Gísladóttir, Börkur Gunnarsson og Sigrún Guðný Markúsdóttir
og af B-lista er það Rakel Dögg Óskarsdóttir. Þau sem greiða DSF af þ-lista atkvæði sitt gefur merki. Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að taka til máls. En varum aðalmennir er í lagi, formaðurinn er í lagi. Okay. Borgarfulltrúinn óskaði ekki eftir að taka til máls en gerði hér athugasemd við listan sem að forseti bar upp, en hann var ekki réttur. Hann er sem sagt svohljóðandi: listi DSF af þ. Þar er Henný Hins, Bjarni Þór Sigurðsson, Hulda Gísladóttir, Börkur Gunnarsson og Sigrún Guðný Markúsdóttir, og af B-lista Rakel Dögg Óskarsdóttir. Þau sem að greiða DSF af þ-lista atkvæði sitt gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefur merki og þeir sem á móti kunna vera. Listi DSF af þ er þá samþykktur með 13 atkvæðum og teljast þau réttkjörnir varamenn í hverfisráði Vesturbæjar til næstu 4 ára. Já, forseta, það hefur verið óskað eftir því að kosning í almannavarnanefnd verði vísað til borgarstjórnar. Þau sem samþykkja að vísa henni til borgarstjórnar, til borgarráðs, vísa henni til borgarráðs. Þau sem að samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Ég ætla að klára atkvæðagreiðsluna. Það hefur verið óskað eftir því að vísa kosningu í almannavarnanefnd til borgarráðs. Borgarstjóri. Og ég ætla ekki að vera í samtali við borgarfulltrúa héðan úr. Ef að fólk vil taka til máls, þá getur það komið í pontu og óskað eftir því. Óskar borgarfulltrúin eftir að taka til máls? Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er einfaldlega þannig að við fljóta lit og finnum ekki samþykktir almannavarnanefndar, en ef ég man þetta rétt þá er borgarstjóri sjálfkjörinn í almannavarnanefnd og þarf ekki að bera upp kosningu hans. Hins vegar hefur verið hefð fyrir því að oddviti minnihlutans eigi jafnframt sæti og varamenn koma úr meirihlutanum. Til þess að greiða úr þessu að þá er það tillaga mín að kjörinu sé frestað. Þá flyst það sjálfkrafa til borgarráðs sem tekur við hlutverki borgarstjórnar í sumar. Ég vona að geti verið sátt þá málsmeðferð. Ef einhver búi svo vel að vera með samþykktir almannavarnaráðs með sér á fundinum, þá er hægt að greiða úr þessu. Þá gengið til atkvæða þessa málsmeðferðartillögu. Þeir sem samþykkja að vísa kosningunni til borgarráðs gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt að vísa þessu til borgarráðs með 13 atkvæðum gegn 2. Þá göngum við til tuttugasta og fjórða liðar á útsendri dagskrá sem er kosning 3 manna í innkauparáð til 4 ára og 3 til vara- og formannskjör. Af lista SAF af þ eru þar tilnefnd Kjartan Valgarðsson og Magnea Guðmundsdóttir. Af lista D er tilnefndur Börkur Gunnarsson og af lista B er tilnefnd Ásgerður Jóna Flosadóttir. Þeir sem greiða SAF af þ atkvæði sitt gefur merki. Nei, SAF af þ. Er það DSAF af þ? Já. Þeir sem greiða SAF af þ atkvæði sitt gefur merki. Það sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða D-lista atkvæði sitt gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það þannig að SAF af þ-listi er samþykktur með 9 atkvæðum, D-listi er samþykktur með 4 atkvæðum og þar með eru Kjartan Valgarðsson, Magnea Guðmundsdóttir og Börkur Gunnarsson rétt kjörin í 3 manna innkauparáð til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann, það er Kjartan Valgarðsson og
telst hann rétt kjörinn. Varamenn hafa verið tilnefndir af 3 listum sömuleiðis. Það er S.æ.v. Þ sem var tilnefna Dóru Magnúsdóttur og Kristján Frey Halldórsson. Af D-lista er tilnefnd Elísabet Gísladóttir og af B-lista er tilnefndur Ingvar Jónsson. Þau sem greiða S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða D-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Ég endurtek atkvæðagreiðsluna. Þeir sem Jæja, kæru borgarfulltrúar, við erum hér að kjósa varamenn í 3 manna innkauparáð til næstu 4 ára. Þar hafa verið lagðir fram 3 listar. Listi S.æ.v. Þ sem inniheldur Dóru Magnúsdóttur og Kjartan Frey Halldórsson. Af D-lista er tilnefnd Elísabet Gísladóttir og af B-lista er tilnefndur Ingvar Jónsson. Þau sem greiða S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða D-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Má ég endurtaka þennan síðasta? Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er þá þannig að varamenn í innkauparáði eru rétt kjörnir Dóra Magnúsdóttir og Kristján Freyr Halldórsson með 9 atkvæðum, Elísabet Gísladóttir með 4 atkvæðum og B-listi nær ekki kosningu. 25. liður við göngum til hans sem er kosning 5 manna í heilbrigðisnefnd til 4 ára og 5 til vara og formannskjör. Af lista D.S.æ.v. Þ eru þar tilnefnd þau Heiða Björk Hilmisdóttir, Diljá Ámundadóttir, Renée Biasson, Viktor Orri Valgarðsson og Áslaug María Friðriksdóttir og af B-lista er tilnefnd Greta Björg Egilsdóttir. Þau sem greiða D.S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Listi D.S.æ.v. Þ er þar með samþykktur og þau sem á honum eru rétt kjörin næstu 4 árin í heilbrigðisnefnd. Ein tillaga hefur borist formann, það er Heiða Björk Hilmisdóttir og telst hún rétt kjörin. Varamenn eru kosnir með sama hætti. Þar er af lista D.S.æ.v. Þ þau Jódís Bjarnadóttir, Margrét Marteinsdóttir, Heimir Janusarson, Eva Lind Þuríðardóttir og Björn Gíslason tilnefnd og af B-lista Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þau sem að greiða D.S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Listi D.S.æ.v. Þ er þar með samþykktur og þau sem á honum eru rétt kjörin sem varamenn í heilbrigðisnefnd til næstu 4 ára. Þá göngum við til 27. liðar sem er kosning 5 manna í stjórn Faxaflóahafna til 1 árs og 5 til vara og formannskjör. Af lista D.S.æ.v. Þ eru þar tilnefnd Kristín Soffía Jónsdóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir, S. Björn Blöndal, Þorlaug Ágústsdóttir og Júlíus Vífill Ingvarsson og af B-lista Svanur Guðmundsson. Þau sem greiða D.S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Listi D.S.æ.v. Þ er samþykktur og þau sem á honum eru sem sé rétt kjörnir stjórnarmenn í Faxaflóahöfnum til næsta 1 árs. Ein tillaga hefur borist formann og það er Kristín Soffía Jónsdóttir og telst hún rétt kjörin sem slík. Þá er gengið til kosninga varamenn. Þar er af lista D.S.æ.v. Þ þau Gunnar Alexander Ólafsson, Líf Magnúðardóttir, Elsa Hrafnhildur Jómenn, Sævar Óli Helgason og Hildur Sverrisdóttir tilnefnd og af B-lista er það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þau sem greiða D.S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem greiða, ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau sem greiða D.S.æ.v. Þ lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Listi D.S.æ.v. Þ er þar með samþykktur og þau sem á honum eru rétt kjörnir varamenn í stjórn Faxaflóahafna næsta árið. Þá komið að kosningu 5 manna í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samkvæmt 27. lið útsendra dagskrá til 1 árs og 5 til vara formanns og varaformannskjör. Af lista S.D.æ.v. Þ eru þar tilnefnd Haraldur Flósi Tryggvason, Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon og Áslaug Friðriksdóttir. Af B-lista er tilnefndur Ingvar Jónsson. Þau sem greiða DSF þ-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Listi DSF er þar með samþykktur og þau sem á honum eru rétt kjörin í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til 1 árs. Ein tillaga hefur borist formann, það er Haraldur Flósi Tryggvason og er hann rétt kjörinn sem slíkur, og ein tillaga varaformann sem er Brynhildur Davíðsdóttir og telst hún jafnframt rétt kjörinn. Varamenn eru lagðir fram, hér eru lagðir fram 2 listar varamenn, þar annars vegar DSF þ-listi sem á eru Auður Hermannsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Páll Gestsson, Marta Guðjónsdóttir og Halldór Halldórsson, og af B-lista er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir tilnefnd. Þau sem greiða DSF þ-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Listi DSF þ er samþykktur og þau sem á honum eru þar með rétt kjörin sem varamenn í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til 1 árs. Þá er komið að, nú vantar mig næsta blað, við erum komin á 27, við vantar 28, takk fyrir. Þá komið á 28. lið útsendra dagskrá sem að snýst kosningu 3 manna í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar til 4 ára og 3 til vara og formannskjör. Þar eru 2 listar, SVI þ, Björk Vilhelmsdóttir og Heiðar Ingi Svansson, og D-listi Hildur Sverrisdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau 3 því rétt kjörin í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann, það er Björk Vilhelmsdóttir og telst hún rétt kjörin sem slík. Varamenn eru tilnefndir með sama hætti, SVI þ-lista Arnar Guðmundsson og Heiðar Ingi Svansson, og af D-lista Júlíus Vífill Ingvarsson. Nei. Barði Jóhann. Og fyrirgefiði. Varamenn eru sem sagt tilnefndir af SVI þ-lista Arnar Guðmundsson og Barði Jóhannsson, og af D-lista Júlíus Vífill Ingvarsson. Ekki hafa fleiri listar verið lagðir fram og teljast þessir 3 því réttkjörnir sem varamenn í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar til næstu 4 ára. Þá komið að 29. lið sem snýst kosningu 1 fulltrúa í stjórn Sorpu BS til 2 ára og 1 til vara. Af lista SVI þ er þar tilnefndur Halldór Auðar Svansson, og af B-lista Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þeir sem greiða SVI þ-lista atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Halldór Auðar Svansson er því rétt kjörinn í stjórn Sorpu til 2 ára með 13 greiddum atkvæðum. Þá komum að varamannakjöri, þar er tilnefnd af SVI þ-lista Sóley Tómasdóttir og af B-lista Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þau sem að greiða SVI þ-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Sóley Tómasdóttir er þar með rétt kjörinn varamaður í stjórn Sorpu til næstu 2 ára með 13 greiddum atkvæðum. Fyrirgefðu, það var með 9 greiddum atkvæðum þar sem að sjálfstæðismenn sátu hjá. Það hefur sennilega átt við líka aðalmannskjöri. Forseti biðst afsökunar á því. Þá er komið að 30. lið útsendra dagskrá sem er kosning 1 fulltrúa í stjórn Strætó BS til 2 ára og 1 til vara. Þar er af lista SVI þ tilnefnd Kristín Sofía Jónsdóttir og af B-lista Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þeir sem greiða SVI þ-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Kristín Sofía Jónsdóttir er þar með kjörinn fulltrúi í stjórn Strætó til næstu 2 ára með 9 atkvæðum gegn 2. Þá er gengið til kosninga varamenn. Af lista SVI þ er Sigurður Björn Blöndal tilnefndur og af B-lista Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þau sem greiða SVI þ-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem greiða SVI þ-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem greiða B-lista atkvæði sitt gefi merki. Þau sem á móti kunna vera.
Björn Blöndal er þar með réttkjörinn varamaður í stjórn Strætó til næstu 2 ára með 9 greiddum atkvæðum fyrirgefið. Þá komum við að 31. lið útsendra dagskrá sem er kosning 3 manna í endurskoðunarnefnd til 4 ára og 3 til vara- og formannskjör. Þar eru tilnefndir 2 listar, SVFI Þ sem inniheldur Ólaf B. Kristinsson og Ingibjörgu Hjaltadóttur og af D-lista Ingvar Garðarsson. Ekki hafa fleiri listar verið lagðir fram og teljast þessi 3 því rétt kjörin í endurskoðunarnefnd til næstu 4 ára. Ein tillaga hefur borist formann og það er Ólafur B. Kristinsson og telst hann rétt kjörin. Varamenn eru sömuleiðis bornir upp á 2 listum, SVFI Þ sem er Helga Harðardóttir og Ólafur Sigurborgsson og D-listar sem inniheldur Einar S. Hálfdánarsson. Ekki hafa fleiri listar borist, teljast þau því rétt kjörnir varamenn til næstu 4 ára í endurskoðunarnefnd. Þá er komið að lið 32 í útsendri dagskrá sem er kosning 3 manna í yfirkjörstjórn og 3 til vara. Af lista SVFI Þ eru þar tilnefnd Eva B. Helgadóttir og Tómas Hrafn Sveinsson, af D-lista Ari Karlsson. Ekki hafa fleiri listar verið lagðir fram og teljast þau því rétt kjörin í yfirkjörstjórn til næstu 4 ára, ekki satt. Varamenn eru sömuleiðis bornir upp á 2 listum, SVFI Þ sem inniheldur Katrínu Theodórsdóttur og Þóru Hallgrímsdóttur og á D-lista Katrín Helga Hallgrímsdóttir. Ekki hafa fleiri listar borist og teljast þau því rétt kjörin sem varamenn næstu 4 árin í yfirkjörstjórn. Já, og yfirkjörstjórn skiptir sjálf með sér verkum. Þá er komið að 33. lið útsendra dagskrá sem snýst sumarleyfi borgarstjórnar. Þar er lagt til að reglulegir fundir borgarstjórnar í júlí og ágúst verði felldir niður í samræmi við 3. málsgrein 8. greinar í samþykktu stjórn Reykjavíkurborgar nr. 715 frá 2013. Í sumarleyfi borgarstjórnar fari borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. Þau sem samþykkja þá tillögu gefi merki. Hún er samþykkt einróma. Þá er lögð fram fundargerð borgarráðs frá 5. júní þar sem við þurfum að ganga til atkvæða 13. lið sem varðar deiliskipulag Hlíðarenda. Þar tekur til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúar. Ég tek til máls varðandi 13. lið þessara fundargerðar frá borgarráði og geri það hér með að tillögu Framsóknar og flugvallaminna að borgarstjórn leggi það fyrir borgarráð að endurupptaka ákvörðun sína frá 5. júní 2014 og þá beiðni styðji við 48. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöf borgarstjóra, samanber og 24. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Fyrir þessari beiðni eru röksemdafærslur sem ég vil leggja hérna fyrir ykkur borgarfulltrúa til að vega og meta. Í fyrsta lagi er það þannig að áhættumat vegna fyrirhugaðrar lokunar suðvestur norðaustur flugbrautar Reykjavíkurflugvallar liggur ekki fyrir og verður að telja að slík málsmeðferð sé brot á rannsóknarreglu stjórnsýslulaganna sem segir að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Í öðru lagi hefur Samgöngustofa ekki tekið afstöðu til þessa áhættumats eins og henni ber að gera og er það líka brot á 10. grein stjórnsýslulaga rannsóknarregluna. Þá í þriðja lagi eru brigður af því að nothæfi stöðu Reykjavíkurflugvallar hefur ekki verið endurútreiknaður í samræmi við reglugerð nr. 464 frá 2007 flugvelli. En innanríkisráðuneytið hefur nú þegar og áður en að bréf Isavia frá framkvæmdastjóra Isavia gefið út hefur óskað eftir slíku. Verður að telja það mikil handvömm
á stjórnsýslunni ef að svona ákvarðanir eiga að fara í gegn án þess að mál séu nægilega rannsökuð. Og þá ekki hægt að líta fram hjá því að í þeim fylgigögnum sem við fengum hér með að þá kemur fram í skýrslu frá vatnaskilum að framkvæmdir á Hlíðarenda muni hefjast áður en rannsóknum á vatnafari Vatnsmýrarinnar og tilsvarandi líkanagerð væri lokið. Og það ekki hægt að láta náttúruna njóta vafans. Það ekki bara hægt að mæla á fundi eins og að það sé í lagi að Orkuveitan taki allt á sig það sem að gerast upp á Hellisheiðarvirkjun, en síðan ætlum við að fara fram með offorsi gegn vatnsverndar sjónarmiðum þeim sem eru hérna í Vatnsmýrinni. Ég legg þessa tillögu fram skriflega til forseta og ætla að fá að hafa nokkur orð þetta hérna meira. Skýrsla forstjóra Isavia sem að nothæfistöð fyrir sjúkraflugvélar í öllum meginatriðum marklaus, þar sem að hún ekki unnin samkvæmt gildandi reglugerð flugvelli frá númer 464 frá 2007. Það þýðir ekki að gera eitthvað áhættumat á grundvelli gamalla reglugerða. Þetta vita hæstvirtir borgarfulltrúar og ber að virða. Við sem sitjum hérna í borgarstjórn höfum ákveðnu eftirlitshlutverki að gegna og eftirlitsskyldum, og ef við ætlum ekki að sinna þeim, þá bara betra heima setið. Þær forsendur sem notast fyrir útreikninga í skýrslu forstjóra Isavia eiga sér enga stoð í þessari reglugerð flugvelli. Flugmálafélag Íslands og Mýflug gerðu athugasemdir við skýrslu forstjóra Isavia og hefur innanríkisráðherra farið fram á það við forstjóra Isavia að umræddu nothæfistöð verði reiknaðar aftur samkvæmt gildandi reglugerð. Fyrir liggja útreikningar frá árinu 2000 sem að nota bene áður en að þessi reglugerð tekur gildi. Frá prófessorum við verkfræðideild HÍ sem byggja á 52.500 veðurathugunum sem sýna að nothæfistöð Reykjavíkurflugvallar þá 98,2% með allar 3 flugbrautirnar opnar. En án þess að norðaustur og suðvestur flugbrautarinnar þá fer nothæfistöðin niður í 93,8%. En lágmarksviðmið samkvæmt reglugerð 95%. Á þetta ekki hægt að sættast. Áhættumat það óásættanlegt að loka svokallari neyðarbraut gagnvart sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa byggða Hlíðarenda. Framsóknar- og flugvallavinir leggja til að skipulag fyrir Hlíðarenda verði breytt á þann veg að byggingamagn haldist innan reitsins og á sama tíma verði neyðarbrautinni norðaustur suðvestur haldið áfram opinni til að Reykjavík geti sinnt höfuðborgarhlutverki sínu gagnvart sjúkraþjónustu. Lagt til að Alark arkitektar og sérfræðingar Isavia vinni saman að hugmyndinu breytt skipulag þannig að byggingamagn á Hlíðarenda og norðaustur suðvestur flugbrautin haldi sér. Þá ekki hægt að líta fram við því að það í gangi vinna hjá Rögnunefndinni sem var skipuð hér hjá síðasta meirihluta og við verðum að gefa henni svigrúm. Ég ítreka það sem fram komið og þá tillögu sem ég hef sett fram og óska eftir að hún verði borin undir atkvæði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sinni og þá tekur næstu máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem til umfjöllunar tillaga að auglýsingu á deiliskipulagi við Hlíðarenda. Þar að ræða breyting á gildandi deiliskipulagi sem felur ekki í sér stórkostlegar breytingar, hvorki hvað varðar hæð húsa né byggingamagn, heldur fyrst og fremst fjölda íbúða og aðrar minni breytingar. Sú tillaga sem hér komin fram málsmeðferð vísar til 48. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar sem varðar heimild til borgarráðs til að fjalla mál í sumarleyfi borgarstjórnar. Og þetta réttur skilningur hjá mér að þá held ég að þetta byggja á ákveðnum misskilningi því að við erum hér við erum í sölum borgarstjórnar í fullu umboði og eigum þess vegna okkur ekki bara rétt heldur skylt að fjalla þetta mál hér og þarf ekki að boða til auka borgarstjórnarfundar út af því. Málið hins vegar hér á dagskrá vegna þess að það var ágreiningur það í borgarráði.
Hér hafa komið fram ýmsar ábendingar atriði sem að borgarfulltrúinn telur að þurfa að skoða þegar ákvörðun breytingar á deiliskipulagi á Hlíðarenda eru annars vegar og það er eðlilegt að það sé gert. Til þess er auglýsingatími og auglýsingaferli til þess að kalla eftir ábendingum og athugasemdum og það verður farið yfir allar ábendingar sem að koma í ferlinu, bæði af umhverfis- og skipulagsráði, af skipulagsfulltrúa og eftir atvikum öðrum. Aðeins til þess að rifja upp það sem að hér er til umfjöllunar og setja það í samhengi, að þá hefur lengi verið gengið út frá því að norðaustur-suðvestur flugbrautin á Reykjavíkurflugvelli, 3. flugbrautin, að henni verði lokað. Það var fyrst setta fram tillögur það í skýrslunni Sambýli flugs og byggðar á árinu 1990. Þær tillögur voru unnar af nefnd sem var sett á stofn í kjölfar alvarlegs flugslys sem átti sér stað á Reykjavíkurflugvelli í ágúst 1988 þegar ferjuflugvél fórst og nokkrir létust. Í skýrslunni var lagt mat á umhverfisáhrif og áhættuþætti flugrekstrar í nálægð við byggð og í niðurstöðum skýrslunnar segir meðal annars með leyfi forseta að öllu samanlögðu verður að telja að mest áhætta sé tekin við notkun norðaust- og suðvesturbrautar og að tvímælalaust ber að loka henni, auk þess sem brautin hefur hverfandi vægi í notagildi flugvallarins. Tilvitnun lýkur. Í framhaldi af starfi þessara nefndar 1990 hefur lokun þessara brautar ávallt verið markmið í allri stefnumörkun flugvöllinn og það er sem sagt ekki eitthvað sem er að koma upp í nýjasta aðalskipulaginu, heldur hefur verið í aðalskipulagi sem var í gildi 1990 til 2010, sem sett var í tíð borgarstjóra þáverandi Davíðs Oddssonar, aftur í aðalskipulaginu 1996 til 2016, í þriðja sinn í aðalskipulaginu 2001 til 2024 og í fjórða sinn í nýja aðalskipulaginu 2010 til 2030. Það er reyndar rétt að geta þess að norðaustur-suðvesturbrautin var beinlínis felld úr aðalskipulagi árið 2007 í tíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og að beiðni flugmálayfirvalda þá tillagan var sem sagt sú að við norðurenda brautarinnar eða á brautinni yrði sett upp samgöngumiðstöð og þessi breyting var staðfest af umhverfisráðherra án fyrirvara. Það er oft búið að semja tímasetningar á niðurlagningu brautarinnar, meðal annars í samkomulagi þessa samgöngumiðstöð sem leiddi til aðalskipulagsbreytingarinnar sem undirritað var 11. febrúar 2005. Þar sem segir með leyfi forseta samgönguyfirvöld loki norðaustur-suðvestur flugbraut á Reykjavíkurflugvelli í síðasta lagi í árslok 2005 og við það mun skapa svæði til annarra nota samkvæmt sérstöku samkomulagi aðila þar og deiliskipulagið við Hlíðarenda gekk út frá því að staðið yrði við þessu áform af hálfu ríkisins. Það er rétt að geta þess að í nefndinni sem að gerði skýrsluna framtíð Reykjavíkurflugvallar og bar saman ýmsa kosti og önnur flugvallarstæði gekk út frá því öllum forsendum sínum að þriðja brautin mundi leggjast af, enda þótt við það óeðlilegt gagnvart hugmyndum að völlurinn væri áfram í Vatnsmýri að gera ráð fyrir því að þriðja brautin færi ekki vegna þess að þar myndi losna land. Þannig að út frá þessu hefur verið gengið. Sú tillaga sem núna er lagt til að fara í auglýsingu, að hún er breyting á gildandi skipulagi sem var samþykkt í tíð formanns skipulagsráðs Júlíusar Vífils Ingvarssonar borgarfulltrúa, ef ég man ekki betur, og var þá studd af Framsóknarflokknum eins og öðrum. Ég legg til að þessi málsmeðferðartillaga verði felld og við samþykkjum hér í borgarstjórn að auglýsa tillöguna og förum síðan yfir athugasemdir sem hugsanlega koma fram á auglýsingatímanum eins og samþykktir stjórn borgarinn að gera ráð fyrir. Þá var borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra.
Það er ótrúlegt að nýr borgarstjóri komi hérna upp núna og mæli fyrir því að tillagan sem liggur, að fundargerðin verði samþykkt þegar ég er búin að gera eitthvað grein fyrir þeim lögbrotum sem að þar eru. Þetta þýðir það bara, ef við vöndum ekki vinnuna inn í borgarráði við afgreiðslu á svona málum, þá koma þau bara í hausina á okkur aftur og það vitum við öll. Það er alveg hægt að þæfa þetta mál og kannski væri langbest að ég segði bara já, heyrðu, endilega gerum þetta þannig vegna þess að það verður hægt að hnýta í hina þættina sem varðandi afgreiðsluna á því að rannsóknarreglunum hafi ekki verið sinnt. Í þeim fylgigögnum sem við fengum með þessum fundi hérna í dag er bréf frá Isavia dagsett 23. apríl með leyfi forseta örstutt. Tilvitnun hefst. Unnið er að gerð áhættumats vegna fyrirhugaðra lokunar suðvestur norðausturbrautar Reykjavíkurflugvallar sem sendur Samgöngustofu sem mun taka afstöðu til niðurstöðunnar. Tilvitnun lýkur. Þetta liggur alveg ljóst fyrir. Í annan stað, með leyfi forseta, örstutt einnig, stendur í minnisblaði frá verkfræðiskrifstofunni Vatnaskil, dagsett 28.4. Tilvitnun hefst. Stefnt er að því að framkvæmd við Hlíðarenda muni hefjast áður en rannsóknum á vatnafari Vatnsmýrinnar og tilsvarandi líkanagerð er lokið. Því verður spurningum áhrif framkvæmd á vatnafarið ekki svarað áður en framkvæmdir hefjast. Ekki svarað áður en framkvæmdir hefjast. Þetta er alveg rosalega hressandi. Tilvitnun lýkur. Lauk aðeins á undan. Það er alveg ljóst að sú tillaga, ég skil vel að borgarstjóri vilji keyra þetta áfram. Já. Ég ætla bara að biðja ykkur að íhuga mjög vel, ef þetta verður samþykkt, þá kemur þetta tilbaki á okkur vegna þess að lög og reglur vandaða stjórnsýslu hafa verið brotnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir við lokið við að veita andsvar og forseti vill minna borgarfulltrúa á að ávarpa forseta og borgarfulltrúa áður en tekið til máls. En næstur er borgarstjóri sem svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get með engu móti tekið undir það að hér sé verið að fara á svig við rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Þvert á móti er góður skipulagsferill hluti af því sem að stjórnvaldi þarf að uppfylla til þess að uppfylla rannsóknarskylduna. Þá er tekin saman tillaga, hún er auglýst, það er fást andmæli, farið er yfir þær athugasemdir sem koma fram, fjallað þær í sérstakri umsögn skipulagsfulltrúa áður en málið er endanlega lagt fyrir til samþykktar. Og við erum einmitt stödd þar í þessu ferli að við erum að auglýsa þetta deiliskipulag og munum að sjálfsögðu uppfylla öll ákvæði stjórnsýslulaga, skipulagslaga og annarra laga sem að varða þessi mál, enda mikið metnaðarmál hér í borgarstjórn og hefur verið lengi og þannig að þessar áhyggjur að mínu mati óþarfar þó að það sé alveg rétt að það sé að mörg að hyggja í stórum og flóknum skipulagsmálum. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvarið, þá tekur næstu máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það var svo sem auðvitað þetta mál yrði nú aðeins hérna til umræðu. Það lá nú ekki alveg víst og öruggt fyrir. Það margar hliðar á því og ég ætla ekki að fara út í söguna og fara að tíunda þetta allt saman upp á nýtt. Það er eiginlega svona að vera bera í bakkafullan lækinn. Svona til upplýsingar fyrir borgarfulltrúa og fyrir aðra þá sem kunna vera að hlusta að þá greiddum við í borgarráði atkvæði gegn þessari tillögu og þess vegna er hún komin hingað inn í borgarstjórn. Við greiddum einnig atkvæði gegn þessari tillögu í umhverfis- og skipulagsráði þegar hún var afgreidd þar. Við greiddum atkvæði gegn deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar þegar það kom til afgreiðslu hér í borgarstjórn. Og við gerðum þetta með sömu bókun eða sambærilegri bókun og þeirri sem að lögða fram í borgarráði og sem við hyggjumst leggja fram hér í borgarstjórn núna eftir þessa umræðu. Það er ákaflega margt í þessu máli og þá er kannski fyrst að nefna það sem er jákvætt.
Mér finnst þetta skipulag að mörgu leyti vel unnið. Mér finnst þessi byggð sem að þarna sett upp mörgu leyti áhugaverð. Hún vistvæn, hún sjálfbær, hún þétting byggðar þar sem það getur vel átt sér stað. En hún hefur hins vegar þau áhrif á sitt nærumhverfi að það ekki hægt að samþykkja hana eins og hún Það bara staðreynd. Og það vegna þess að það svo margt sem hefur gerst. Og það alveg rétt hjá borgarstjóra að á sínum tíma þá var unnið að þessu í þeirri tíð þegar ég var formaður skipulagsráðs. En það hefur bara svo óbóðslega margt breyst á þessum tíma. Og þá ekki síst aðalega fyrir hans eigin gjörðir. Vegna þess að það var engin jafn ákafur að gera nefnd, skipa nefnd í samvinnu við ríkisstjórnina, í samvinnu við Icelandair og þá með Reykjavíkurborg og einmitt núverandi borgarstjóri. Og hann situr í nefndinni ásamt fulltrúa Icelandair, Matthíasi Sveinbjörnssyni, ásamt fulltrúa innanríkisráðuneytisins, Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og ásamt formannum Rögnu Árnadóttur. Og hvað sögðu þeir sem í nefndinni sitja þegar að nýtt skipulag valsvæðisins var kynnt? Þeir sögðu, gefið okkur svigrúm. Ekki trufla þessi störf. Það getur bara vel verið að flugvöllurinn verði áfram það sem hann núna. Og það getur vel verið að niðurstaðan verið svo að flugvöllurinn sé ekki starfhæfur, sé ekki innanlandsflugvöllur okkar, ef að sú braut sem að hér til umræðu og sem að þetta mál fellur á, norðaustur suðvesturbraut, verður að fara, verður að víkja. Og það er auðvitað alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að áhættumatið hefur ekki farið fram. Og við höfum margoft bent á þetta. Áhættumatið sem var vitlaust túlkað, sem var ekki unnið og sem var ekki tekið tillit til, bara hreinlega misskilið, hefur ekki verið unnið. Og þá segir maður nú, getum við nú haldið áfram. Ég held ekki. Ég held að við bara verðum að skoða máli betur. Ég mun ekki greiða þessu máli atkvæði hér í borgarstjórn í dag, vegna þess að þó að þetta sé bara auglýsing. Það er bara verið að setja þetta í auglýsingu og eins og borgarstjóri nefnir að þá erum við að leita eftir viðbrögðum við hana. Þá felst engu að síður í því að auglýsa skipulag, að komi ekki fram athugasemdir, þá erum við sátt við það. Jafnvel þó svo komið fram athugasemdir sem við metum minniháttar, þá ætlum við að samþykkja það. Þetta er bara eðli auglýsingar í skipulagsmálum. Þar af leiðandi verður maður að passa sig á því þegar maður setur hluti í auglýsingu að maður hafi sannfæringu fyrir þeirri tillögu sem að verða að setja í auglýsingu. Okkar bókun til upplýsingar í borgarráði og hún verður að breytanda óbreytt með leyfi forseta, borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skrifa atkvæði á móti og leggja fram svohljóðandi bókun. Í samkomulagi Reykjavíkurborgar, innanríkisráðuneytisins og Icelandair var gerð þverpólitísk sátt á milli ríkis og borgar sem og hagsmunaaðila að setja á laggirnar nefnd sem hefur það verkefni að finna framtíðarstaðsetningu innanlandsflugvallar. Sú nefnd enn að störfum og hefur formaður nefndarinnar óskað eftir svigrúmi til að klára þá vinnu áður en pólitísk afskipti séu höfð af svæðinu þar sem flugvöllurinn nú. Því gagnrýnivert að formaður borgarráðs sem og aðrir fulltrúar meirihlutans í borgarstjórn, og þessu verður augljóslega að breyta, skuli á því kjörtímabili sem nú ljúka virðast engu að síður leynt og ljóst vinna þeirri stefnu að byggð muni rísa í Vatnsmýri og með því ýja að því að niðurstaða nefndarinnar verði virt að vettugi. Til að virða þá tímabundnu þverpólitísku sátt varðandi nefndarvinnuna að framtíðarstaðsetningu flugvallarins greiða borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins atkvæði gegn tillögunni þar sem ekki tímabært að skipuleggja svæði sem óvissa ríkir að þessu leyti. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu af sömu ástæðum atkvæði gegn deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar í marsmánuði á þessu ári og bókuð þá með sama hætti. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Það næsta mælenda skrá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ábyrgðarleysi að auglýsa deiliskipulag þegar okkur kunnugt það að það eru mikilvægir þættir sem liggja ekki fyrir. Við vitum að því
að áhættumat vegna fyrirhugaðrar lokunar norðaustur-suðvestur flugbrautar liggur ekki fyrir. Við vitum það að afstaða Samgöngustofu liggur ekki fyrir, né hefur nothæfi stuðull Reykjavíkurflugvallar verið endurreiknaður í samræmi við reglugerð 464 frá 2007 eins og innanríkisráðuneyti hefur óskað eftir. Þá liggur líka ljóst fyrir að þá á eftir að skoða varðandi vatnasvæðið. Þannig að meðan við vitum þetta ekki, þá er ábyrgðarleysi að senda tillögu að breytingu á deiliskipulagi út til umsagnar og auglýsingar. Þetta eru grunnatriði sem verða að liggja fyrir svo unnt sé að auglýsa deiliskipulagið. Það er annað sem ég velti fyrir mér og við vitum það öll að þegar verið að fara að byggja á svæðum þar sem hafa verið flugvellir og eins og þessu tilviki að við vitum það í Vatnsmýrin var urðunarstaður og það er sorp undir og eflaust töluvert mengaður jarðvegur, hefur farið fram eitthvað mengunarmat á þessu svæði? Nú þekki ég það ekki og óska eftir að því verði svarað. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki, þá hefur borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka þakkir fyrir ábendingar sem geta skipt máli í þessu ferli og þessu máli og að gera halda þeim til haga í vinnslu málsins. Nú er lagt til að deiliskipulagið verði auglýst, þá gefst öllum kostur á því að koma ábendingum og spurningum og áhuga sínum á framfæri og svo er farið yfir þær á réttum vettvangi. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þá er tekin fyrir málsmeðferðartillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að málinu verði vísað aftur til borgarráðs. Þeir sem greiða þeirri tillögu atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er 13. liður borgarráðs frá 5. júní tekin til atkvæða. Þeir sem að greiða atkvæði með tillögunni gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6 og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins áskilja sér rétt til bókunar undir lok fundar. Og borgarfulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til gagnbókunar. Þá er gengið til 35. liðar fundar sem er fundargerð borgarráðs frá 12. júní. Þar þurfum við að taka til afgreiðslu fyrsta lið fundargerðarinnar sem er kæra vegna kjörgengis. Þá víkur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir af fundi. Forseti vill benda borgarfulltrúum Framsóknarflokksins á það að ef að inn kemur varamaður fyrir Sveinbjörgu þá getur Sveinbjörg ekki komið inn aftur á fundin en hún má víkja að fundi á meðan á umfjöllun stendur án þess að inn komi varamaður. Þannig að Sveinbjörg Birna víkur á fundi og hér í salnum eru 14 borgarfulltrúar á meðan. Þá er tekin til afgreiðslu fyrsti liður fundargerðar borgarráðs frá 12. júní. Þessum samþykkja þá málsmeðferð gefa merki. Þessum á móti kunna vera, hann er samþykktur samhljóða. Þá getur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir gengið aftur í salinn. Þá er komið að tveimur liðum sem ekki voru á útsendri dagskrá. Annars vegar mun forseti nú lesa upp lista yfir áheyrnarfulltrúa borgarfulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs annars vegar og Pírata hins vegar sem hafa borist hér forseta. Fyrir hönd Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs mun í menningar- og ferðamálaráði Þorgerður Agla Magnúsdóttir vera aðaláheyrnarfulltrúi og Auður Alfefa Ketilsdóttir til vara. Í íþrótta- og tómstundaráði mun Hermann Valsson vera aðaláheyrnarfulltrúi og Benóný Harðarson til vara og í stjórnkerfis- og lýðræðisráði mun Eyrún Eyþórsdóttir sitja
sem áheyrnarfulltrúi og Sóley Tómasdóttir til vara. Fyrir hönd Pírata munu Arnaldur Sigurðarson vera áheyrnarfulltrúi í skóla- og frístundaráði og Katla Hólm til vara. Fyrir hönd Pírata verður Kristín Elva Guðnadóttir í velferðarráði og Haukur Ísbjörn Jónsson til vara. Í umhverfis- og skipulagsráði mun Sigurborg Ósk Haraldsdóttir vera áheyrnarfulltrúi og Svavar Helgason til vara og í mannréttindaráði mun Þórlaug Ágústsdóttir vera áheyrnarfulltrúi og Kjartan Jónsson til vara. Hafi Framsóknarflokkurinn vilja til þess að lesa upp sína áheyrnarfulltrúa þá það sjálfsagt og eðlilegt, en það má einnig leggja fram í borgarráði. Já. Þá ekkert eftir nema 30. Undir, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs vegna þess að forseti var rétti þess að lesa upp þá áheyrnarfulltrúa sem munu taka sæti í nefndum og ráðum á vegum meirihlutans. Mér finnst athyglisvert að meirihlutinn skuli vera að tilnefna áheyrnarfulltrúa. Upphaflega þá voru þessar reglur áheyrnarfulltrúa teknar upp til þess að tryggja að minnihlutaflokkar í borgarstjórn eða þeir flokkar sem hefðu fáa borgarfulltrúa og væru ekki í sitjandi meirihluta, að þeir ættu þess kost á að tilnefna sína fulltrúa í nefndir og ráð og fyrst með því sem þar fari fram, og það sjálfsögur bara gott og blessað. Mér svolítið undarlegt að meirihlutin nýi hann skuli fara að með þessum hætti, bæði í rauninni skipa sína fulltrúa sem eru náttúrulega meirihluti fulltrúa sem eru náttúrulega í nefndum og ráðum, en skipa þar að auki áheyrnarfulltrúa. Og það ekki það sem til var stofnað í upphafi. Þetta ákveðin breyting. Þetta rifjar líka upp það að fyrir nokkrum árum þegar það var síðast myndaður 4 flokka meirihluti borgarstjórn Reykjavíkur, þetta verið 2007 og það var meira sem með sama borgarstjórnarstjóra Degi B. Eggertssyni, þá voru mörg orð höfð uppi um það af honum og fleiri fulltrúum þess meirihluta, hvað það væri mikilvægt fyrir samstarf þáverandi meirihlutaflokka að þeir skipuðu til jafns í nefndir borgarstjórnar. Sá meirihluti hafði í 7 manna fagráðum, hafði hann 4 eins og núna, og fór þá leið að skipa einn frá hverjum flokki, einn frá hverjum flokki í þessar nefndir. Og það var mikið talað um það að þetta væri mikilvægt til þess að tryggja að allir meirihlutaflokkarnir, þeir hefðu aðkomu að nefndum og enginn kaffærði annan og svo framvegis. Var auðvitað bara ákveðið sjónarmið. Nú semst horfið frá þessu, en þessi stað eru skipaðir áheyrnarfulltrúar og það sjálfsögðu bara heimilt samkvæmt reglunum. En mjög sérstakt að með þeim hætti skuli enn vera að fjölga þá í hópi meirihlutaflokkana í nefndum og ráðum. Og sú staða geti til dæmis komið upp að í einhverju ráði, þá við skulum bara segja í fagráði, það séu þá allt að því 6 fulltrúar inn á fundinum frá meirihlutaflokkunum en 3 frá minnihlutaflokkunum, og endurspeglar ekki í rauninni kosningaúrslitin ef svo má segja. Ég held að þetta sjálfsög ekki óheimilt og það ekki þannig, en mér finnst það mjög sérkennilegt að það skuli vera farið með þessum hætti, og ég held að við þurfum að kannski skoða það betur, það sé vert að skoða þetta betur í forsætisnefnd, að þessi vinnubrögð séu notuð svona. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið máli sínu. Næsta málefnaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir að taka þetta upp og vekja athygli á því að það alveg rétt að meirihlutinn hefði getað skipað 6 manns í hvert einasta 7 manna ráð með 2 áheyrnarfulltrúum frá þeim flokkum sem eru með 1 borgarfulltrúa í borgarstjórn, en ákveður að takmarka skipan áheyrnarfulltrúa við helming þessara fulltrúa, og
það leiðir til ákveðins sparnaðar. Það líka rétt hjá honum að reglur og samþykktir borgarstjórnar eru algjörlega hlutlausar gagnvart því hvort að fulltrúar í meirihluta eða minnihluta, enda svo sem sveitarstjórnarlögin hlutlaus gagnvart meirihluta og minnihlutum og kveða ekki sérstaklega á þá. Þannig að þetta til þess að svona greiða úr þeirri stöðu að flokkandi sem koma meirihlutanum eru mjög misstórir en eiga allir að fá að njóta sín og með þessu lagi einmitt tryggt eins og borgarfulltrúinn rakti að allir hafi sína rödd við borðið í öllum ráðum. En það mun ekki standa á meirihlutanum að ræða hvernig haldið skuli á áheyrnarfulltrúamálum í forsætisnefnd eða á öðrum vettvangi og sjálfsagt að gera það í sumar og haust. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Háttvirtur forseti, borgarfulltrúar, ég held að sé algjörlega ljóst að andi laganna þegar áheyrnarfulltrúa ákvæði var sett inn í reglugerðina hafi ekki verið að tryggja sitjandi meirihluta samansettum þó áheyrnarfulltrúa. Það hlýtur að ganga þvert gegn markmiðinu með þessu og þvert gegn hagsmunum borgarbúa því að þetta sett með þá hagsmuni að þeir sem að kosnir eru eigi aðila inn í nefndum, meirihlutinn á aðila inn í nefndum og ég enn og aftur efast lögmæti þessara ákvörðunar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næsta máls borgarstjóri. Ágæti forseti, hæstv. Borgarstjórn. Mér finnst þetta afskaplega hæpin lögskýring því að breyttu breytanda mætti halda því fram að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur þeim bæri samstarf í minnihluta skipan fulltrúa í 5-mannanefndir og Framsóknarflokknum væri þannig í lófarlagið að leggja ekki fram lista yfir áheyrnarfulltrúa þar, heldur ganga til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn kjör í þær. Það nefnilega þannig að þó maður sé í minnihluta eða meirihluta að þá þetta jafnframt ólíki flokkar sem bjóða fram með sín mál og lögin eru einmitt skýr það og samþykktirnar að gera ekki greinarmun á meirihluta eða minnihlutafulltrúum vegna þess að hugsunin svo að framboð sem ná sæti í borgarstjórn eigi að rétt og rödd við borðið, jafnvel þó að atkvæðavægi dugi ekki fyrir aðalfulltrúa í viðkomandi nefnd. Borgarstjóri lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, auðvitað væri það eðlilegast sem borgarstjóri segir að minnihlutinn myndi setja saman lista sjálfur. Það hins vegar sem gerðist núna var það að meirihlutinn ákvað að bjóða öðrum minnihlutanum með sér upp í dans. Þannig að annar minnihlutahópurinn ætti ekki fulltrúa í þessum nefndum. Og það er annað sem athyglisvert, að kostnaður auðvitað eykst þegar áheyrnarfulltrúar eru skipaðir. Og það er bæði verið að gera núna með þessum ólýðræðislegu vinnubrögðum, bæði að setja ákveðna aðila úr meirihlutanum sem áheyrnarfulltrúar og með því að hleypa ekki einum minnihlutahópnum inn í nefndir borgarinnar og þar af leiðandi sem áheyrnarfulltrúa þá, þannig að kostnaðurinn er að aukast. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá tekur aftur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka það að meirihlutinn hefði getað skipað tvöfalt fleiri áheyrnarfulltrúa í fastaráð borgarinnar, kaus að gera það ekki. Meirihlutinn hefði jafnframt getað skipað áheyrnarfulltrúa í fjölmörg 5-mannaráð en kaus að gera það ekki og hefur þannig svarað. Og Framsóknarflokknum alveg í lófarlagið að spara kostnað á sama hátt með að skipa ekki áheyrnarfulltrúa
en hann hefur hins vegar alveg skýlausan rétt á því. Og ég ætla ekki að hafa skoðun á því til eða frá hvað Framsóknarflokkurinn gerir, en ég held að hugsun laganna sé algjörlega skýr. Hann skapar rétt, jafnvel litlum frambóðum, jafnvel einangraðum frambóðum, bara frambóðum yfir höfuð sem eiga fulltrúa í borgarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og þá umræða þennan lið lokið. Þá ekkert eftir hér á fundinum annað en að leggja fram og undirrita siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg sem að forseti hefur hér undir höndum og mun undirrita og ganga á línuna. Óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að gera grein fyrir bókun. Undir hvaða lið þá? Undir 4. lið, já. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Það verður orðið við því. Forseti góði borgarfulltrúar kynni hérna bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna 4. liðar. Hún hljóðar svo. Vinnubrögð nýs meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata varðandi fyrirliggjandi stjórnkerfisbreytingu eru með ólíkindum. Ekki liggur ljóst fyrir hvort að ræða stofnun nýs ráðs eða breytingu á núverandi stjórnkerfisnefnd sem fundaði síðast í apríl 2013. Hvorki liggja fyrir drög að erindisbréfin í samþykktum fyrir nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Sýnir það hver hróðvirknislega hefur unnið að málinu þar sem hrossakaupin af meirihlutans virðast hafa ráð í ferðinni en ekki áhugi fyrir lýðræðisumbótum. Við hörmum að nýr meirihluti skuli fella sjálfsagða tillögu okkar að umræddri tillögu sé vísað til eðlilegra umræðna á vettvangi borgarráðs og stjórnkerfisnefndar áður en hún öðlast gildi. Slík vinnubrögð ganga þvert gegn þeim lýðræðislegu hefðum sem ríkt hafa í borgarstjórnum áratuga skeið varðandi breytingar á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir að gera grein fyrir bókun. Undir lið 35. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, Framsókn og flugvallavinni greiða atkvæði á móti tillögu númer 35 og leggja fram svohljóðandi bókun. Áhættumat vegna fyrirhugaðra lokana norðaustur suðvestur, svokallaðar nauðabrautar, flugbrautarinnar liggur ekki fyrir né afstaða Samgöngustofu. Þá hefur notkunarstuðull Reykjavíkurflugvallar ekki verið endurreiknaður í samræmi við reglugerð 424 frá 2007 eins og innanríkisráðherra hefur óskað eftir. Þá nefnd sem skipuð var framtíðarstaðsetningu innanlandsflugs enn að störfum og hefur formaður nefndarinnar óskað eftir svigrúmi til þess að klára vinnu. Með þessari samþykkt verið að virða það samkomulega vettugi og þrengja að flugvallarsvæðinu og ganga inn á öryggissvæði. Ítrekað að við teljum að málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaganna hafi verið brotnar í meðferð málsins hjá borgarráði og því ábyrgðarleysi að senda ákvörðun í auglýsingu þegar þetta ljóst. Borgarstjórn hefur mikilvægu eftirlitshlutverki að gegna samanber 1. málsgrein 5. greinar samþykkta Reykjavík og fundarsköp. Legg þetta hérna. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur gert grein fyrir bókun vegna 13. liðar fundargerðar borgarráðs frá 5. júní síðastliðnum. Það hefur verið óskað eftir því að forseti lesi upp siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. Forseti það ljúft og skylt og hefur nú upp lestur. Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. 1. grein. Markmið siðareglnanna. Í reglum þessum skráð og skilgreind sú háttsemi sem kjörnir fulltrúar vilja sýna af sér við öll sín störf. Með kjörnum fulltrúum átt við borgarfulltrúa sem og alla aðra sem kjörnir eru til setu í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar. 2. grein. Starfsskyldur kjörinna fulltrúa. Kjörnir fulltrúar gegna störfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta hagsmuna Reykjavíkurborgar. Í störfum sínum kjörinn fulltrúi bundinn af lögum, reglum og samþykktum Reykjavíkurborgar sem og sannfæringu sinni. Kjörnir fulltrúar hafa ávallt í heiðri grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu í störfum sínum, þar með talið gagnsæi í ákvarðanatöku og framkvæma ekkert það sem til þess fallið að vekja grunsemdir annað en lögmæt
annað en lögmæt og málefnaleg sjónarmið ráði för við stjórn Reykjavíkurborgar. Kjörnir fulltrúar hafa eftirlit með rekstri Reykjavíkurborgar og gæta þess að framkvæmd stjórnsýslu og rekstrar borgarinnar sé ávallt eins og best verður á kosið. Kjörnir fulltrúar aðhafast ekkert það sem falið getur í sér misnotkun á almannafé. Kjörnir fulltrúar upplýsa íbúa Reykjavíkurborgar framkvæmd starfa sinna og atriði sem skipta máli í rekstri borgarinnar eins og kostur er. Þeir eru ávallt reiðubúnir að axla ábyrgð á störfum sínum opinberlega. 3. grein. Valdmörk. Kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi borgarinnar. Þeir sýna störfum og réttindum annarra kjörinna fulltrúa og starfsmanna Reykjavíkurborgar tilhlýðilega virðingu. Kjörnir fulltrúar virða aðgerðir í þágu stjórnsýslu eftirlits hjá Reykjavíkurborg og leggja sitt af mörkum til að slíkt eftirlit nái markmiðum sínum. 4. grein. Hagsmunaárekstrar. Kjörnir fulltrúar forðast hagsmunaárekstra í störfum sínum og vekja athygli á því ef hætta er á slíkum árekstrum. Á þetta einnig við ef þær breytingar verða á hugum kjörins fulltrúa að valdi gætu slíkum hagsmunaárekstrum. Mat á hæfi við afgreiðslu einstakra mála og málsmeðferð í því sambandi fer eftir hæfisreglum samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköpum borgarstjórnar. Kjörnir fulltrúar nýta sér ekki stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra sem þeir eru þeim tengdir, hvort sem ávinningur af slíku kemur fram strax eða síðar, þar með talið eftir að störfum fyrir Reykjavíkurborg lýkur. 5. grein. Gjafir og fríðindi. Kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir, fríðindi eða önnur hlunnindi frá viðskiptamönnum eða þeim sem leita eftir þjónustu Reykjavíkurborgar ef almennt má líta á það sem endurgreiðslu fyrir greiða eða sérstaka þjónustu nema að sé að ræða óverulegar gjafir. Við mat á því hvað séu óverulegar gjafir skal horft til reglna sem borgarráð setur. 7. grein. Trúnaður. Kjörnir fulltrúar gæta þagnarskyldu það sem þeir fá vitneskju í starfi sínu og leynt á að fara vegna einkahagsmuna eða almannahagsmuna samkvæmt lögum eða eðli máls. Trúnaðurinn helst áfram eftir að kjörnir fulltrúar láta af störfum. Kjörnir fulltrúar virða trúnað ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar sem og innihald skjala eða annarra gagna sem þeir fá aðgang að vegna starfa sinna og trúnaður skal vera enda byggjan á lögmætum og málefnalegum rökum. 7. grein. Stöðuveitingar. Kjörnir fulltrúar gæta þess að við stöðuveitingar hjá Reykjavíkurborg sé í hvívetna fylgt lögum og reglum og að einungis málefnalegar forsendur liggi að baki vali á starfsmönnum. 8. grein. Miðlun siðareglna til kjörinna fulltrúa og almennings. Kjörnir fulltrúar undirgangast þessar siðareglur með undirskrift sinni og lýsa því þar með yfir að þeir ætli að hafa þær að leiðarljósi. Siðareglurnar skulu vera aðgengilegar starfsfólki borgarinnar, almenningi og fjölmiðlum á heimasíðu borgarinnar og annan þann hátt sem borgarstjórn ákveður til að þessir aðilar geti gert sér grein fyrir meginreglum þeirra. Staðfestar og undirritaðar á fundi borgarstjórnar 16. júní 2014 og hér á eftir að bæta við undirskriftum 15 kjörinna fulltrúa. Þá hef ég lokið við að lesa þessar siðareglur upp og gerir ráð fyrir að þær fari hér til undirskriftar. Fleira liggur ekki fyrir fundinum og honum slitið klukkan 16:23.